Komiði sæl öll og velkomin í Kryddsíld stöðvar 2. Þar sem leiðtogar flokkana á Alþingi munu innan skamms fara yfir allviðburðaríkt og næstum því liðið ár með þeim Lóu Pind og Heimi Má. Auk þess sem við kynnum val fréttastofu stöðvar 2 á manni ársins og verðum líka aðeins á léttari nótunum í tali og tónum. En af því að þið sjáu væntanlega fleiri á ferðinni við hringborðið en vanalega er rétt að geta þess að þetta eru landsliðskokkar að bera fram, auðvitað síld með meiru og ættu að kunna þetta enda náðu þeir betri árangri en nokkru sinni fyrir í heimsmeistarakeppninni í matreiðslu í síðasta mánuði. Náðu 5. sæti og komu líka heim með gull. En fyrst af öllu og áður en við gefum þeim á hringborðinu orðið skulum við rifja upp innlendar fréttir ársins 2014. Ætlarðu að telja? Jarðfræðileg svik Sjálfstæðisflokksins á kosningaloforðum. Að þjóðin fengi að segja sitt þetta mál. Og jú, það er rétt að ég taldi að það væri möguleiki að kjósa þetta mál. Ég skil hins vegar alveg hvað formaður Sjálfstæðisflokksins að fara, en það stangast aðeins á við það sem var sagt fyrir kosningar. Nú hafa 37.000 skorað á þingmenn að setja aðildarviðræður Íslands við Evrópusambandið í þjóðaratkvæði. 82% landsmanna vilja að þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram. En verður haldin? Það er til að vera. Þegar það sé svikið, þá mætum við hér á mótmælum. En mér finnst að við hljótum að taka viðbrögðum við tillögu ríkisstjórnarinnar alvarlega. Ég ætla að gera Dominó! Tekur þetta hérna? Gunnar Birgisson, Sjálfstæðisflokki, færði sig hins vegar yfir til minnihlutans. Já, það sem að Gunnar annars vegar, það held ég verið eðlilega að fara í boxhanskana. Jú, það er rétt þetta 370 milljónir króna í sekt fyrir samkynnislaga brotir með því hærra sem lagt er á fyrirtæki vegna samkynnisbrota. Höfum alla Evrópu menn að lækka og afnema skatta á bókum. Eins og við sjáum það áttu slökkviliðsmenn í gríðarlegum erfiðleikum með að ná tökum á þessu eldhafi. Við heyrum reglulega sprengingar, einhvers konar gaskútar sem eru inn í rekstrarlandi. Pólverjar sjáum að þrífa 20.000 fermetra hér á Landspítalanum í Fossvogi. Stjórnarráðið ákvað nýlega að feta sömu braut og segja upp 18 ræstingakonum og bjóða út ræstingarnar. Mér þótti þetta hálfkalda kveðjur eftir öll þess ár. Ég byrjaði þarna í aflýsingun 79. Fiskistofa verður flutt til Akureyrar. Öllum starfsmönnum býðst að flytja norður og halda starfi sínum. Starfsfólk er í miklu áfalli. Það er ljóst að það mæðir ekki mikið á þessu vöfflujárni í dag hér í húsi ríkissáttasemjara. Og nú er mælirinn eiginlega algjörlega orðinn fullur. Kennurum líst illa á tilboð ríkisins og eru allt annað en bjartsýnir á að samningar takist í bráð. Flugmálastarfsmenn samþykktu með yfirgnæfandi meirihluta hefja verkfallsaðgerðir í næstu viku. Innanríkisráðherra setti í dag lög á verkfallsaðgerðir undirmanna á Herjólfi. Hvers vegna var nauðsynlegt að setja þessi lög? Almannahagsmunir. Verkfall flugvallarstarfsmanna á Keflavíkurflugvelli og Reykjavíkurflugvelli hófst klukkan 4 í nótt. 300 flugmenn Icelandair fara í 12 tíma verkfall. 500 sjúkraliðar lögðu niður störf. Stefnir í sólarhringsverkfall grunnskólakennara á morgun. Mér skilst nú að það sé alltaf þokast í rétta átt og svona. Ef ekki næst að semja í tæka tíð hefjast verkföllin á prófatíma nemenda. Alþingi Íslands kemur saman á morgun klukkan 3 til að setja lög á fyrirhugað verkfall flugverkja. Bæði skurðlæknar og læknar samþykktu verkfallsboðun í vikunum með miklum meirihluta. Þetta er í fyrsta sinn sem læknar fara í verkfall. Fólk verður fyrir truflunum að þessu. Það kom bersýnilega í ljós þegar læknavaktin í Kópavogi var opnuð. Verður ekki læknar eitthvað að draga úr kröfum sínum? Ég ætla einfaldlega ekki að vera síðustu til að stökkva af skipinu. Eftir áramót frá 5. janúar verða engar aðgerðir gerðar nema á föstudögum. Það er bara fúll yfir þessu ástandi. Ég er gríðarlega glaður yfir að þetta skuli vera að hafast. Stærstur hluti leiðréttingarinnar fer til fólks sem er undir 50, á lítið eigin fé í húsnæði sínum, hefur lágar tekjur og skuldar á bilinu 15 til 30 milljónir króna. Ríflega helmingur Reykvíkinga vill að Dagur B. Eggertsson verði næsti borgarstjóri, tvöfalt fleiri en ætlað kjósa Samfylkingu. Takk að kjalla fyrir þetta. Nýri borgarstjóri tók við embætti í dag. Meirihlutinn treysti sér ekki til samstarfs með Framsókn sem fær ekki sæti í helstu ráðum og nefndum. Hvernig hefði getað ímyndað sér það að Svía þyrfti að setja lög að það væri refsivert að þvinga fólk í hjúskap? Og viljum við fórna því
að spara kannski einhverjar krónur í hráu innfluttu kjöti gegn heilsuleysi síðar á ævinni og ég segi nei takk. Og það til að mynda til veira sem heldur því að hegðun fólks breytist. Ef mann borða til dæmis kjöt erlendis sem ekki nógu vel eldað sérstaklega þá eiga menn á hættu að innbyrða þessa sýkingu og hún getur leitt til breytingar á hegðunarmynstri og þannig að menn hafa jafnvel velt upp þeirri spurningu og rannsaka það hvort að þetta kunni að vera að breyta hegðun heilu þjóðanna. Hæstvirtur forseti, ég kem hérna upp þar sem að líður nú senn að jólahátíð og fólk byrjað að ferðast. Það var mjög mikilvægt að vera í vatnsældum skóm með grófum sóla því maður veit aldrei í hverju maður lendir. Ég leyfa bara íslensku neytendum að dæma það. Nei. Hverjir eru gamaldags og afturhaldsamir? Framsóknarmenn vilja efla atvinnuuppbyggingu á Íslandi og vilja fara að reisa áburðarverksmiðju. Þannig vinnur Framsóknarflokkurinn. Dalalalas er falleg borg í Texas. Innanríkisráðherra segir ekkert benda til að trúnaðargögnum hælisleitanda hafi verið lekið úr innanríkisráðuneytinu. Þetta sé meira en pólitískur spuni, þetta sé talsvert ljótur pólitískur leikur. Ég með algjörlega hreina samvisku þessu máli, hef ekki brotið af mér. Þá svo sannarlega í mínum huga engin minnsta ástæða fyrir ráðherrann til þess að stíga til hliðar. Ég hef aldrei í hóð að segja mig vegna þessa máls, enda hef ég ekki brotið af mér. Ég hef aldrei sagt þingheim ósatt. Þá kemur einnig fram að aðstoðarmenn ráðherra og ráðuneytisstjóri innanríkisráðuneytisins hafi haft ítrekuð afskipti af rannsókn lögreglu. Eins og ítrekað hefur komið fram í þessari viku. Bæði hjá mér og hjá lögreglustjóranum viðhafði ég aldrei nokkurn einasta þrýsting í þessu máli. Það er fráleitt. Umboðsmaður Alþingis tilkynnti í dag að hann muni taka samskipti Hönnu Birnu Kristjánsdóttur, innanríkisráðherra og Stefáns Eiríkssonar, fráfarandi lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu, til formlegrar athugunar. Gísli Freyr Valdimarsson hefur játað að hafa lekið trúnaðarskjali flóttamanninn Tóni Ómars í fjölmiðla. Hanna Birna segist fyrst hafa frétt þátt Gísla í lekamálinu þegar hann játaði brot sitt í gær og það hafi verið mikið áfall. Ég auðvitað búin að axla pólitíska ábyrgð. Gísli var með dómi héraðsdóms dæmdur í 8 mánaða skilorðsbundið fangelsi. Þetta máli búið að liggja þungt á mér. Allan þann tíma var Gísla á fullum launum. Hanna Birna Kristjánsdóttir tilkynnti formanni Sjálfstæðisflokksins í morgun að hún vildi hætta sem innanríkisráðherra. Ekki að sakna starfsins? Í einlægni alveg núna. Ekki alveg strax, það kemur að því. Þannig það á óvart þegar að formaður flokksins baðið að taka þetta þér? Já, það komið mjög óvart. Fyrst og fremst vildi ég fá einstakling sem að nyti óskorast trausts okkar sjálfstæðismanna. Þá má draga þá ályktun að innan þingflokksins séu þá ekki aðilar sem allir treysta. Nei, ég verð ekki reið út á svona lögu, en ég hugsi. Svaraðu kallinu, svaraðu kallinu frá mér. Við sem mörgin bíður eftir mér. Við höfum ekki átt milligöngu neina byssur. Það er einhver misskilningur hjá lögreglunni með þetta mál. Mér finnst margir hafa hlaupið á sig þessar umræðu ef ég að segja alveg svo er. Samkvæmt heimildum fréttastofunar vissi tollurinn ekki af innflutningi Landhelgisgæslunnar á hátt í 300 hríðskotabyssum fyrir málið komst í fjölmiðla. Því að það er ekkert óeðlilegt við þetta. Okkur var það ekki gert. Það er ekki hugmynd, þú voru að spyrja þessu stofnanir. Frá norskum bæjardyrum séð var alltaf sölu að ræða á hríðskotabyssunum sem fluttar voru til Íslands. Ef að gefandi hefur skipt skoðun, þá nær það bara ekki lengra. Íslensku bankarnir eru of stórir og aðeins smækkum mynda stóru bönkunum fyrir hrun, segja sérfræðingar. Seðlabanki segir enga hættu á ferðum. Íslenska bankakreppan var ein allra dýrasta kreppa í heiminum með hliðsjón af kostnaði ríkissjóðs. Það er nefnilega einmitt gott að þeir efnameiri þá geti keypt heimilistæki núna og skiptum til þess að þeir efnaminni geti keypt góð heimilistæki og eftirmarkað á lágu verði, öllum til hagsbóta. Já, og það er margt sem gengur kaupum og sölu í gegnum Aurora Coin. Maður sér ekki almennilega hvar vandamálið liggur en People are not allowed to take money off you. They are stealing money off you. Best country in the world, and I'm a hrókakíkur. You lousy backpacker. Go back to Germany. Saga þar í sundur keðju, þannig að hann gæti farið inn á svæðið án þess að borga. Gjaldtaka með Geysi er ólögleg. Héraðsdómur féllst á lögbannskröfu ríkisins í morgun. það er nefnilega ekki staðfest að það sé gos og Magnús Tumi, eins og heyrðum á hann bara efast hreinlega að gosi byrja. Eldgos hófst rétt eftir miðnætti í Holuhrauni norður af Dyngjujökli. Og það er eiginlega varla hægt að koma mikið nærið þetta vegna hita. Það er eiginlega komin tíma og við förum að færa okkur. Okkar maður hlaupum bara. Já, nákvæmlega. Flott undan gosinu. En
Kryddsíldin hafin og við erum komið með góða gesti hérna við borðið. Bíðum að sjálfsögðu eftir forsætisráðherra sem að ljúka sínu ávarpi á RÚV, kemur vonandi fljótlega. En ég með hér á mína hægri hönd Bjarna Benediktsson, formann Sjálfstæðisflokksins, velkominn. Og Helga Hrafn Gunnarsson, þú ert nú ekki formaður Pírata. Þingflokksformaður, velkominn. Takk. Og hér á vinstri hönd auðvitað vinstri drottningin sjálf, Katrín Jakobsdóttir og Guðmundur Steingrímsson frá Bjartri framtíð og svo formaður Samfylkingarinnar, ég ætla að fara að segja Guðmundur Árni Stefánsson, þetta Guðmundur Árni hérna, það sem sagt Árni Páll Árnason frá Samfylkingunni. Velkomin öll. Takk. Bjarni, kannski byrjum á þér, þínu fyrsta heila ári í embætti fjármálaráðherra. Hverju ertu svona stoltastur af á árinu? Já, ef við tengjum það beint við fjármálaráðuneytið og fjárlög ársins, þá það mikið ánægjuefni hve mjög ríkisfjármálin þróuðust á jákvæðan hátt á árinu. Það miklu betri afkoma á þessu ári heldur en að var stefnt. Tekjurnar að aukast. Á fjáraukalögum kemur fram að við erum að sýna mikinn aga í ríkisfjármálunum. Og til hvers leiðir allt þetta? Þetta leiðir til þess að núna í loka árs þá verðbólgan lág og launavísitalan hefur hækkað yfir 6% á síðustu 12 mánuðum. Sem sagt, kaupmáttur fólks í landinu hefur vaxið yfir 5%. Sem við skulum bara segja það alveg eins og það eru meiri kjarabætur, það eru meiri kaupmáttarvöxtur heldur en að við getum vænst að verði að jafnaði á ári hverju. Við erum að taka út mjög mikinn kaupmátt á þessu ári og það mjög gleðilegt. Þetta ásamt með skuldaaðgerðunum eru aðgerðir sem að stórbæta kjör fólks. Þú stoltur á skuldaaðgerðunum líka? Já, ég mjög ánægður með að við skildum fá niðurstöðu í það mál sem að heppnast jafnvel og raun ber vitni. Ef þú ættir að taka eitthvað svona eitt út, eitthvað annað en svona heildarmyndina. Ég heyrði til dæmis að Ólafur Stephensen útnefndi í gær hetju ársins fyrir vörugjaldaafnámið. Já, það vissulega dæmi breytingu sem ég tel að hafi verið löngu tímabær og mjög ánægður með að nái fram að ganga 800 vöruflokkar að taka þeim breytingum núna áramótina þeir hafa ekki vörugjöld í framtíðinni. Það við bara afnámum vörugjaldalögin almenna vörugjaldið. Verður eitthvað eftirlit með því að það virki? Voru einhverjir á vegum hins opinbera að athuga hvað verðið hefur verið á árinu til þess að bera það saman við hvað gerist eftir áramót? Sko, besta eftirliti með því fólgið í alvöru samkeppni. Síðan þurfum við bara öll, hvert og eitt okkar, að gera kröfu til þess að sjá þessi áhrif í hillunum. Og síðan höfum við rætt það í ríkisstjórninni að gera sérstakt átak og það til skoðunar hvort að við getum efnt til samstarfs við hagsmunaaðila að fylgjast vel með þessari þróun. Árni Páll. Þú nú kannski ekki verið alveg heitasti stuðningsmaður og aðdáandi þeirra tveggja hérna, okkur vantar auðvitað Sigmund, en það eitthvað gott í flestum. Hvað gerðu þeir gott á árinu? Ég held að við getum verið bara ánægð með það að sjá að þetta hefur verið jákvætt ára ýmsu leyti í efnahagslegu tilliti. Það kannski ekki ríkisstjórnarinnar verk heldur fremur að afleiðing af skynsamlegri stjórnarstefnu undanfarinna ára sem hefur verið að birtast í því að við höfum öllum líkindum náð jöfnuði í ríkisfjármálum strax á árinu 2013 og það auðvitað stór áfangi og við getum auðvitað glaðst yfir því að árið hefur að ýmsu leyti verið okkur hagfellt. Vandinn sem við stöndum hins vegar frammi fyrir og sýnir sig í ýmsum tölum jólaverslunina núna, kannski nýjustu hagvaxtatölunum, að það mjög margt sem bendir til þess að ávinningum sé svo mikið misskipt að það sé ekki allir að upplifa það góðæri og þá velsæld sem ríkisstjórnin að stæra sig af á tyllidögum. Heldur sé að þvert á móti þannig að það séu mjög fáir sem að njóti mikils en þorri fólks og sérstaklega lágtekjufólk sé ekki að finna á eigin skinni bætta afkomu. Og það held ég, afleiðing af rangri stjórnarstefnu þeirra síðasta árið. Þeir hafa hlaðið skattalækkunum þannig að þær hafa nýst best þeim sem mest hafa milli handana. Lágtekjufólki var alveg skilið út undan í skattaaðgerðunum í upphafi, þessu voru undir 250.000.
Og síðan meðaltekjufólkið hefur ekki verið að fá eðlilegt í sinn hlut úr þessum breytingum öllum saman. Og síðan koma alls konar nýjar álögur og fólk mun ef að svo heldur fram sem horfir þurfa að vera með veskið opið og borga fyrir alls konar þjónustu sem hingað til hefur verið ókeypis. Það er verið að koma með nýja og aukna gjaldtöku í heilbrigðisþjónustu, það er verið að vísa fólki frá hinum almenna framhaldsskóla, fólki við 25 ára aldri og setja það í rándýr úrræði, algjörlega ástæðulausu og svona mætti lengi telja. Þetta er auðvitað hinn hættulega framtíðarþróun sem við getum séð. Þinn forni gamli flokkur, þá meina ég nú Framsóknarflokkurinn og flokkur forfeðra þinna, föður svo afa. Hann stjórnar núna, eða sem sagt forsætisráðuneytinu. Hefur flokkurinn gert eitthvað landinu eitthvað gagn á árinu? Sterka tilhneigingu til að segja nei. En ég veit að þú ert að fiska eftir einhverju jákvæðu, náttúrulega, en staðreyndin er sú að mér finnst sko rosalega margt gagnrýnisvert hafa verið gert og mér fannst Framsóknarflokkurinn... En fókus erum kannski aðeins á það jákvæða akkurat og það er nægu tími til þess að fara yfir það neikvæða. Akkurat, mér finnst fínt að vörugjöldin voru afnumin og ég er búin að segja það. Eitt jákvætt allavega. Já. En mér finnst bara standa upp úr að ríkisstjórnin lagði upp með það og síðasta kosningabaráttan snerist það að fara að greiða skuldir fólks með einhverjum almennum hætti og verða til þessum miklum peningum. Það er aldrei sagt að þeir peningar ættu að koma úr ríkissjóði. Og nú er það sem orðið staðreynd að ríkið er að fara að verja einhverjum upp undir 100 milljörðum, held ég, bara í þessa leiðréttingar aðgerð sem að er bara þetta að þá að fara að færa fullt af fólki peninga sem raun og verið þarf á ekki og sitja á eignir sem hafa vaxið í verði. En sko, sýndi kosningaúrslitin... Svolítið ekki ríma við boðskap þeirra sem tala fyrir aga í ríkisfjármálum og ábyrgð með ríkisfé, en þess að sama tíma er ekki verið að setja neitt pening í nauðsynlega uppbyggingu á innviðum samfélagsins og greiða niður opinberar skuldir. En kaus fólk ekki einmitt með budunni og eru þessi tveir flokkar ekki einfaldlega að standa við það sem þeir lofuðu að leiðrétta skuldir heimilana og það eru 100.000 heimili eða 100.000 umsóknir mann rétt sem eru þarna bakvið og fólk greinilega vildi þetta og fékk þetta. Það er ekki bara pólitísk mistök að vera svona mikið á móti þessu. Það var aldrei sagt að peningurinn ætti að koma úr ríkissjóði. Og það var aldrei sagt. Við skulum alveg halda því til haga. Þeir komið bankaskattinn á móti. Og mér finnst þetta svo risa stórt mál. Það var líka eftir að koma í ljós núna. Hvað margir þiggja þetta? Ég ætla ekki að þiggja þetta og hefur aldrei staðið til. Og sóttir ekki um? Ég sótti en til þess að þiggja þetta ekki, þá verður maður að sækja Ef maður sótti ekki þá einfaldlega gefst maður ekki tækifæri því að þiggja þetta ekki og láta þar peningi vera eftir í ríkissjóði. Það vekur athygli mína núna. Það eru mjög fáir búnir að samþykkja raun og veru leiðréttinguna og mér finnst raunin að þetta bara bjóða fólki upp á þannig valkost að láta peningin renna til dæmis heilbrigðismála og gera það bara á heimasíðu leiðréttinguna. Þetta er endilega beina þessari spurningu á Sigmund og eftir en kannski geyma aðeins þessa umræðu. Þetta er aðeins mál. Þetta er þetta ótrúlega populismi að tala svona. Hvert halda menn að peninga ríkisins fari? Menn er bara að skoða fjárlögin, skoða bara kökuna sem við erum með á útgjaldahliðinni og spyrja sig hvert er þetta alltaf að fara? Þetta er að fara í heilbrigðismál, þetta er að fara í menntamál, þetta er að fara í samgöngumál, almannatryggingar. Og það er ekkert annað en populismi að segja að menn geti fallið frá því að þiggja opinbera aðgerð og eyrnamerkjana síðan einhverju góðu málefni svo heilbrigðismálum með einhverju öðru. Þetta er allir opinberi fjármunir að fara í góð mál, að fara í slík mál. Hefði ekki verið gott að hafa næstu 3 árum 70-80 milljarða einmitt til að bæta þá heilbrigðiskerfið, menntakerfið, vegakerfið? Þetta er fólki sem að studdi það voru settir milljarðatugir einmitt í aðgerðir fyrir bástöð heimili, í sérstökum vaxtabótum, í vaxtabótakerfinu og svoleiðis. Við sjálfstæðismenn töluðum fyrir því að það yrði farin skattaafsláttaleið og hvaða grundvallar munur í svo sem á því að veita fólki skattaafslátt sem er að greiða af húsnæðislánum sínum eða að taka en tekju til ríkisins og greiða lánið í gegnum ríkis og það er engin grundvallar munur á því og í öllum meginatriðum þá fæst sama niðurstaðan. Vandi okkar Íslendinga er sá að heimilin eru of skuldsett. Það er rétt sem Guðmundur bendir á að staðan er aðeins að batna en hún er enn miklu verri heldur hún hefur nokkru sinni verið sögulega. Hún er alvarleg í alþjóðlegu samhengi með þessu. Skuldir heimilanna. 97% landsframleiðslu en þá.
Já, það gríðarlega hátt, bæði í alþjóðlegum samanburði og í sögulegum íslenskum samanburði. Og svo á sama tíma eru þessir gagnrýnendur að tala það að einkaneyslan sé ekkert að taka við sér og sé ekkert að gerast. Það meðal annars vegna skuldastöðu. Það er bara ein kona að niðurstaðan sýnir bara að þetta að fara á rétta staði. Skulum leipa Katrínu að. Og ég verið Byrjum á því að vera svolítið jákvæð. Já, nei, mér fannst það til að mynda jákvætt skref að það var horfið frá því að afturkalla náttúruverndarlög og mál var sett í ferli og í ferli ennþá, þannig að umhverfisnefnd Alþingis og umhverfisráðuneytið að vinna því að reyna að finna einhverja sátt í þeim málum. Þannig að mér finnst það til dæmis jákvætt. Og auðvitað gerast oft góðir hlutir inn á Alþingi. Þegar við setjumst saman og ræðum málin þá finnum við oft leiðir. En auðvitað hefði ég viljað sjá fleiri mál sem hefðu verið sett í þann farveg. Þið byrjuðu upprifuna hérna á Evrópusambandsmálinu stóra sem nú aftur á þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar fyrir þennan vetur. Ég hefði líka viljað fá meiri umfjöllun til að mynda því við byrjuðum hérna á efnahagsmálunum að ræða aðeins það hvert við erum að stefna með þessum fjárlögum sem nú búið að samþykkja. Ég nefni af því það var líka rifjað upp hérna áðan, virðisaukaskattur á bókum og tónlist sem hækkaður í raun og veru án þess að sé neitt grunnur fyrir þeirri ákvörðun. Það ekki það fjallað í umfjöllun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins þegar hann að leggja til einföldun á virðisaukaskattskerfinu. Þá tekur hann ekkert afstöðu til þessa máls. Við erum hins vegar með mörg dæmi utan úr heimi sem sýna okkur hvað gerist þegar þessi skattprósent hækkuð. Og þau eru ekki góð, þau eru ekki til eftirbreytni. Þar hefði ég viljað að fólk hefði sest niður og hlustað. Þú hefði viljað taka bækur og tónlist út úr þessu samhengi? Ég bara til að mynda verið tilbúin að setja þau bara niður í 0, svo dæmi sér tekið. Ég vil líka nefna það sem kemur fram úr því ég byrja að vitna henni í Alþjóðagjaldeyrissjóðinn að hann fjallar þann hagvöxt sem minni en menn áttu von á núna á 3. ársfjórðungi í nýjustu skýrslu sinni. Og mér finnst það mjög áhugavert að lesa það sem þar segir að það sé mjög mikil þörf á aukinni innviðafjárfestingu á Íslandi, til að mynda í vegakerfinu, til að mynda í heilbrigðismálunum. Og þetta minnir okkur á fjárfestingaáætlun síðustu ríkisstjórnar sem var slegin út af borðinu. Bjarni hlær bara henni, slegin út af borðinu með því að hún væri ófjármögnuð af því að menn fóru og völdu að afsala sér ákveðnum tekjustofnum, lækka veiðigjöld, það var ákveðið að fella niður auðlegðarskattinn og allt þetta. Þurfum við ekki bara að setjast niður og ræða? Hérna komin konkrét ábending að sé þörf á aukinni innviðafjárfestingu. Mér finnst það ekki neitt sem vinstristjórnin gerði var að hún slökkti á innviðafjárfestingu. Hún tók opinberar fjárfestingar niður í hlutföll sem eru sambærileg við það sem var á eftirstríðsárunum. Og svo komuðu með áætlun sem átti að taka gildi eftir að voru farin frá völdum. Sem var byrjuð að taka gildi, sem hafði tekið gildi og var svo slegin af. Hún var fjármögnuð með hluti sem aldrei skiluðu sér. Og síðan vekur það athygli mína að sjá að það þegar byrjuð að snúa við. Og þetta fannst mér vera dæmi þessi kollsteypustjórnmála því að þetta var síðasta ríkisstjórn sem gerði þetta. Þá mátti ekki halda áfram með þetta. Síðan byrjuðu menn að snúa við, það byrjaði að setja meiri rannsóknir. Ég fagna því. Það jákvætt. Það jákvætt. Og mér finnst það bara fínt að sé verið að taka upp þessa þræði. Mér finnst það leiðilegt að það þurfi að gerast með þessum gassagangi og þessum kollsteypuhætti. Já, við skulum hleypa þér að líka hérna. Þú ert alveg nýr í þessu kompani. Nýliðið borðið. Nýliðið þetta borðið, já. Þið langaði nú til þess að bæta einhverju við það sem að Bjarni var að segja. Ég myndi bara skrítið með að vera að tala það að setja fjármagnið sem að koma bankaskattinum í heilbrigðiskerfi. Ég skildi þann hluti ekki alveg. En það er kannski ég. Ég veit það ekki. Allavega. Eitthvað jákvætt á árinu. Sko, það er hægt að tína til eitthvað eitt eins og það, vörugjöld, völdnir, það er ágætt, það er fínt. En þegar ég hugsa til ársins eitthvað sem hafi gerst sem var jákvætt, þá hugsa ég fyrst og fremst hluti sem hefðu getið orðið skelfilegir en einhvern veginn tókst að bjarga. Til dæmis ESB, að þessi hugmynd að hún hafi verið tekin tilbaka á sínu tíma auðvitað í kjölfar þess að þjóðir mótmælti því sem og auðvitað fólk á þingi mjög harðlega enda algjörlega tilgangslaus tillaga. Og til dæmis það að Hanna Birna hafi loksins sagt af sér eftir allt brölti, eftir heilt ár af þessu brölti. Og þegar ég lítið þetta ár, mér langar alveg að vera jákvæður, mér langar alveg að sjá einhverja bjartari framtíð. Ég ætla að líta þannig á, að miðað við það að það sé hægt að forða svona vondum hlutum frá því að gerast þá hlýtur nú eitthvað allavega skárra að gerast árið 2015. Það er reyndar eitt gott sem að gerist sem að ég get kannski, sem varðar ekki efnahagsmál, allavega ekki beinlínis. Og það er það að tillaga var samþykkt í vor það að bregða út af núverandi stefnu, eða sem sé að skoða það allavega rækilega að bregða út af núverandi stefnu í vímuefnamálum. Það náttúrulega var ekki efnahagsmál.
Nei, enda megu ræða fleira hérna. Það var mjög jákvætt, sko, en það var kannski ekki ríkisstjórnin að þakka. Það er opnu auglýsing í aukablaði Morgunblaðsins í dag með texta sem að varað við einmitt þessari stefnu sem að þú telur vera jákvætt að fara. Cannabis sé nú hættulegur en margur haldi. Og það skrifa, og þessi auglýsing kostuð 500 fyrirtækjum á þessari síðu sem að félag lögreglumanna held ég standi að og einhver annar tengt lögreglunni. Þannig að lögreglan hefur gripið til auglýsingarherferðar gegn þessari stefnu sem þú ert að tala um. Og stefnan hvað kemur kannabisefnið við? Nei, það kemur kannabisefnið við vegna þess að hún er að vara við í raun og veru þeirri stefnu sem hefur verið ræddað undanfarið á þessu ári. Það ætti kannski að fara aðra leið heldur en verið hefur. Það rugla saman tveimur ólíkum hugmyndum. Önnur löglegin kannabisefna sem mjög hávær umræða og á alveg fulla rétt á sér og komin tími til eftir allt ruglið sem hefur átt sér stað í þeim efnum síðan bara fyrir hluta 20. aldar og vissulega seinni hluta. Hitt það að okkar tillaga snýst ekki það að kannabisefni eða einhver ákveðin vímuefni séu skaðlaus eða skaðminni heldur en önnur. Vissulega máli fara í þá umræðu, við skulum bara taka hana þegar það komir reynsla á lögleiðingu annar staðar. Það sem að okkar tillaga snerist og snýst það að hætta að refsa fólki fyrir að eiga við vandamál að stríða eða að nota efni sem gæti hugsanlega seinna komið í vandræði. Það er algjörlega vitvítt og þá er það undir þeim formerkjum að vímuefnin séu hættuleg. Ákveðin háttur verið tekið undir hérna svo sem af heilbrigðisvandamál Já, þessi heilbrigðisvandamál en ekki glæpamál. Heilbrigðisráðherrann hefur raun og veru tekið undir þetta sjónarmið. Það er raun og veru mikilvægara að hætta að refsa fólki fyrir að nota hættulegust efni heldur að nota efni sem menn vilja meina séu ekki jafn hættuleg. Líturðu svo á Píratar hafi skipt máli í þessu samhengi? Þetta er okkar tillaga, við komum þess að dagskrá og blessunlega komst þetta í gegn, já, í vor, sem var mikið gleðefni. Þeir hafi fengið aðra tillögu samþykkta þegar ekki að þingi á árinu? Ekki? Nei, ég manna ekki. Ég vil segja eitt sem er jákvætt, og ég aðeins verið að hugsa jákvæða hluti. Ég prófaði mjög jákvæða og setti mynda hérna. En mér finnst þinginu vera vel stjórnað. Mér finnst það eru ótal verkefni sem blasa við í að gera umræðina betri á þingi og svoleiðis. En mér finnst til dæmis gott hvað fengust mörg þingmannamál samþykkt í lok síðasta þings og verða vonandi líka núna. Ég meina við í Bjartri framtíð fengum einhver 4 mál í gegn sem hefðu verið unnin vel í nefndum rétt barna sem búa á 2 heimilum og umgengnisforeldra og skrásetningu ferðamannaleiða og hitt og þetta og fella toll af sojamjólk. Þetta eru kannski lítil skref fyrir mannkynið en stórt skref fyrir fólk sem drekkur sojamjólk í stjórnarandstöðu. En þetta finnst mér vera ákveðin íbreytni. Enda finnst Einari Kás og gaman að stjórna þinginu og hann sagði nei takk fyrir að Bjarni bauð honum ráðherrastóli. Það er að gera þetta bara mjög vel. Það var mikilvæg ákvörðun líka fyrir þingið. Af því að stundum hefur það verið litið svo á að það sé einhvert aukastarf að vera forseti þingsins en það á að sjálfsögðu að vera, það er mjög mikilvægt starf, mikilvægt embætti. Þannig að En hefur ásýnd ykkar eitthvað skánað, spyr ég sem er náttúrulega að fylgjast með ykkur hverjum einasta degi. Eftir að fórum smík. En sko, á ykkar, á kjörtímabili ykkar Samfylkingar og Vinstri grænna, þá minnkaði traust þingsins gífurlega mikið eftir kreppuna og var eiginlega orðið þannig að það var annars hver einasta stofnun í þjóðfélaginu sem hafði meira traust en Alþingi. Hefur ásýnd þingsins, finnst ykkur öllum að hún hafi eitthvað skánað á? Það var mjög mikið traust á Alþingi og stjórnmálamönnum fyrir hrun. Það var of mikið í raun og veru að við skoðum það í alþjóðlegu samhengi. Ég held að fólk hafi í raun og veru kannski ekki velt einu sinni fyrir sér því mikla trausti sem það bar til þessara stofnana og þess vegna varð áfallið mjög mikið í hruninu og það má segja að fallið var hátt því traustið lá mjög hátt uppi. En við sjáum nú að traustsmælingar sýna að það er aðeins fikrar sem er komið, aðeins lyftist. Árni, finnst þér ástandið hafa skánað líka á þinginu, stjórn þingsins eins og Guðmundur er að segja? Já, ég er mjög sáttur í þingforsetann og gleðst yfir því að honum hafi farið eins og Gunnar á Hlíðarenda að finnast hlíðin fögur og fara hvergi. Ég ætla að vona að sé á horfa. Og vona að sé á horfa, það var svona mikið hrós. Varðandi síðan traustið og öðru leyti, þá held ég að stjórnmálin eftir hrun einkennist auðvitað meiri átökum og auðvitað meiri upplausn heldur en dæmi í seinni tíma stjórnmálasögu. Mér finnst við enn eiga langt í land með alvöru samráð og alvöru samtal og innleiða betri samstarfshætti í stjórnmálin. Og mér finnst það svolítið leiðilegt í ljósi þess hvað ríkisstjórnin sagði í stjórnarsáttmála
mikilvægi þess að auka sátt í samfélaginu og bæta samstarf. Hversu litlar efndir hafa orðið á því? Okkur til dæmis, bara mjög gott dæmi, eiginlega varðandi afnám hafta, svo dæmis í tekið. Þá okkur algjörlega haldið utan við stefnumörkunina þar. Við komum á fundi þar sem við lesum, þar sem við heyrum eitthvað sem er óljóst. Það eru miklu nákvæmari fréttir sem lekið í Morgunblaðið. Við vitum ekkert hvað ríkisstjórnin er raunverulega að gera. Við vitum ekkert hver raunverulegt efnisinntak ákvarðanina og þetta er himinn og haf á milli þessara aðferðafræði og aðferðafræðina sem við notuðum til dæmis þegar það kom í minn hlut að leiða hérna samráð málsvörnin í Icesave. Þá fékk ég formann Sjálfstæðisflokksins og formann Framsóknarflokksins á fundi og ræddi hvernig við hygðumst gera hlutina og ræddum efnisinntak aðgerðana áður en ráðist var í þær. Við erum í þeirri stöðu núna að sjá yfirlýsingar frá fjármálaráðherranum og forsætisráðherranum að þeir séu svo miklu snillingar að þeir séu búin að finna leiðir til að afnema höft. Við vitum ekkert hvað í þeim felst. Bjarni? Nei, ég meina, ekki Árni Páll dálítið á hættulegri braut þegar hann notar Icesave sem dæmi gott samstarf við stjórnarandstöðuna. Varstu ekki sáttur málsvörninni í Icesave sem að... Nei, svo þú veist ágætlega, þá var ríkisstjórnin komin með baki upp að vegg þegar komið var að því að fara að flytja málsvörnina fyrir EFTA-dómstólnum. Já, og var hún ekki vel það dæmi sem ég var að taka? Gengi á ekki sagt. Jú. Og í því fólst viðurkenning á röngum vinnubröðum fram að því. Já, akkurat. Það er það sem ég er að benda á. En það er svolítið skrítið að þið skuli ekki vilja tileinka okkur slík vinnubröð. Að þið skuli frekar vilja fara í það sem gerðist. Við erum ekkert að stunda slík vinnubröð. Það er bara ekki rétt. Við höfum verið með ráðgjafa störfum og við höfum með samráðshóp og við höfum eftir margra funda á þeim samráðsvettvangi. Það er bara einfallega svo staða akkurat núna að það hafa engar ákvarðanir verið teknar á næstu skref og við höfum verið að undirbúa þær ákvarðanir. En ég get tekið undir það að það hefur verið marga hluti ágætis andrúmsloft á þinginu en fyrir mér er þessi mæling á trausti til stjórnmálaflokkana og þingsins, hún er eiginlega bara svona spegilmynd af ástandinu í þjóðfélaginu hverju sinni. Þegar það gengur vel og lífskjör... Þannig að þú tekur þetta ekki sérstaklega til þín? Nei, ég meina, mér hefur alltaf þótt þetta frekar einfalt. Ef menn eru að ná árangri, þá vex traustið. Ef að lífskjör er að versna og það er órói og óvissa, þá dvínar traustið. Og ég hef reyndar lifað tímana tvenna núna á þinginu þegar allt er saman tekið frá því ég kom inn. Ég man eftir tíma þar sem var alveg gríðarlega rólegt og manni fannst bara eiginlega ekkert að frétta og það var sumari leið allt á þess að það væri mikla pólitíska fréttir og jafnvel, ég man eftir því þegar ég kom inn á þing 2003, allt tímabilið fram að svona desember var nánast bara eins og einhver auðveld sigling sko. En síðan hefur maður séð hitt líka og maður hefur setið í kirkjunni og séð grjótnullungana koma inn glugganna og það var spegilmynd af ástandi sem var út í þjóðfélaginu. Og leið og þingin er árangri fyrir fólki í landinu, þá vex traustið. Við maður fara rétt í auðvitað bara helgi aðeins þingstörfin, svo förum við í stuttuauglýsingar hér. Þetta er að vissu leyti rétt, það sem Bjarni segir er það að þegar allt er í steik þá verður fólk pirrað, þegar allt er gott þá er fólk ekki að pirrað, segir sér svo litið sjálf. En þetta samtal sem á hérna stað á milli Bjarna og Árna Páls, það endurspeglar þann raunveruleika að á Alþingi að þá er það meirihlutin sem hefur allt raunverulega valdið og eina leiðin sem minnihlutin hefur er að vera með læti og leiðindi og vesen og það lítur alltaf illa út. Ég vil meina að það sé veigamikill þáttur í því að fólk hafi lítið traust til Alþingis, það er vegna þess að 60% þingmanna hafa 100% valdsins og afleiðingarnar, pólitísku afleiðingarnar af því eru til skammar. Og þar til við fyrir í að laga það og þá held ég að við munum alltaf sjá þetta mynstur að fólk verður mjög óánægt, sérstaklega ef stjórnarandstaðan þarf að stoppa eitthvað. Já, þetta held ég sé mjög góður punktur. Góða punktur fyrir auglýsingar. Endum honum, förum auglýsingar hér og eftir, er það maður ársins eða ekki? Jú, svo held ég að forsætisráðherra sé bara í bifreiði sinni á leiðinni. Búin að lesa ávarpið. Starfsfólk Ísal í Straumsvík óskar. Komið sæl aftur. Nú er komið að þeim hefðbundna liði í Kryddsíld stöðvar 2 að kynna val fréttastofu á manni ársins. Skemmst er frá því að segja að orð eins og kraftaverk og þrekvirki voru notuð þegar sagt var frá lífsbjörg manns á Landspítalanum fyrir fáeinum vikum. Eftir að hann hafði verið stunginn með hníf í hjartað.
Öllu skipti þá að bregðast hratt við. Hver sekúnda skipti máli, brjóstkassi mannsins var opnaður í skyndingu og hjarta hans hnoðað með beinu hnoði sem þýðir að læknir bókstaflega hnoðar hjartað í höndunum. Sami læknir hélt jafnframt fingri í sárinu til að koma í veg fyrir frekari blæðingu. Sá sem þetta gerði og vakti mikla athygli eins og reyndar skjótur bati sjúklingsins Tómas Guðbjartsson, hjarta- og lúnaskurðlæknir og prófessor í skurðlækningum. Já, hann maður ársins 2014 að mati Fréttastofu Stöðvar 2. Nú blessaðu Tómas, þú ert gjarnan títt nefndur í þessum hópi þessi áramótin. En hvernig leggst titillinn í þig að vera maður ársins á Stöð 2? Blessaður, það ég náttúrulega afar þakkláttur og svona stór titill. En mér langar samt til þess að það komi skýrt fram í upphafi að ég líti á það þannig að það sé verið að veita svona ansið mörgum af samstarfsmönnum mínum líka þennan titill því að án þeirra hefði þetta ekki farið svona vel og þetta teymisvinna þar sem að ég einn að þessum hleppum og það mikilvægt að það komi fram að þetta ekki svona einsmannssýning. Einmitt, til hamingju með þetta, þú og þitt teymi, en eins og þegar hefur komið fram þá ertu ekki með okkur hérna í myndvörun í dag og ástæðan fyrir því svo að þú ert í útlöndum og má ég ekki bara segja það að því fjölskyldan fóru af því að þú ert að verða 50. Jú, rétt það. Ég verð 50 eftir nokkra daga og það var búið ákveðið með löngu fyrirvara að fagna hérna með stórfjölskyldunni og ég stattur hérna í Mayrhofen í Austurríki og er að heimsækja þar góða minn Peter Habil og þið sjá að það hérna flott fjall hérna fyrir aftan. Flott fjall segiru, það Everest eða hvað? Þetta reyndar ekki Austurrísku Ölpunum, þetta Everest hérna fyrir aftan. Já, hefurðu klifið það nokkur? Nei. Nei, því miður, en Peter Habil hérna Íslandsvinnur og vinur minn, hann hefur farið þarna og var reyndar sá fyrsti sem að fór upp á Everest án súrefnis 1978. En Tómas, þú ert fjallamaður sjálfur, ekki satt? Og mér skilst að þú sért einn í hópi sem kallast fjallalæknar. Það rétt, þetta svona mín ástríða fyrir utan tónlist. Það hérna fjallamennska, fjallaskíði og göngur og hérna ég svona forsprakki félags íslenska fjallalækna sem kallar sig FÍBL, sem skemmtileg skammstöfun. En síðan ég líka á sæti stjórn Ferðafélagsins, þannig að þetta svona stór hluti af mínu lífi. En ef við víkjum nú að aðgerðinni sem vakti svo mikla athygli hjá þjóðinni, frammistaða þín og ykkar þótti með ólíkindum, en það sem vekur svo mikla athygli að sjá þig með hjarta manns í höndunum. Þú ert eiginlega eins og einhver sagði, svo ég vil nú ekki hljóma glannalega, en þú ert eiginlega með lífið í lúkunum. Hvaða tilfinning er þetta? Er þetta eitthvað, eða er þetta kannski ekki sérstök tilfinning hjá hjartalækni? Jú, ég held að þetta sé nú alltaf svolítið sérstök tilfinning. Það er ekki, og sérstaklega þetta við þessar aðstæður, því að við tökum þetta ofta hjartanu í okkar vinnu daglega sem hjartaskurðlæknar, en þá er sjúklingurinn á svokallari hjart- og lúnavél og við erum með stuðningu í bæði hjarta- og lúnastarfsemi. Við svona kannski rétt svona hreyfum við í hjartanu, en í þessu tilviki þetta var ekki það að ræða. Einstaklingurinn var eiginlega látinn þegar hann kom inn. Hjarta hafði stöðvast og það var ekki komið, það var ekki súrefni að berast upp til heilans. Þannig að sjáaldin var hann að vika og þá var það að bregðast snöggt við og opna brjóstkassan og ná blóðin út í kringum hjarta og koma hjartan aftur á stað og reyna að koma blóði upp til heilans. Það er svona eitt af aðalmarkmiðinu með aðgerðinni. En nú skilst mér að þetta sé ekki fyrsta sinn sem að þú gerir svona aðgerð og að þú hafi jafnvel gert alvarlegri aðgerðir en þessa. Það er rétt, þetta er sennilega í 11.12. skipti sem að við opnum sjúklinga með svipum hætti niður á bráðamóttöku. Það skammur fyrirvari eða engin tími til stefnu þannig að það er ekki hægt að flytja sjúklingin upp á skurðstofu. Og það er alveg rétt og okkur hefur tekist allavega að bjarga 8 einstaklingum af þessum og sem er auðvitað mjög ánægilegt. Þetta er oft ungt fólk í blóma lífsins. En í þessu tilviki þá hnoðaði hjarta kannski það bil 4 mínútur og þangað til að svona hrökk almennilega í gang. Og þetta virðist hafa nægt til þess að til dæmis varðveita hans heila starfsemi. En hvað hefur verið lengst að hnoða hjarta? Þegar sjúklingur er ókældur þá hefur maður svona það bil 4 mínútur til stefnu áður en að heilafrumunni geta farið að skemmast óeftirkræft. Og við höfum í einu tilviki fyrir nokkrum árum þá hnoðaði ég svona hjarta í 22 mínútur og
hafði sjúklingurinn blætt það mikið að það mældist næstum engin blóðþrýstingur og merkilegt nokk þá gat þessi einstaklingur lokið krefjandi háskólanámi og við gerðum á honum alls konar prófanir, svona taugalífeðlisfræðipróf og við gátum ekki merkt nein merki heilaskaða og þetta þótti það merkilegt að við fengum þetta birt í ameríska gjörgæslulæknatímaritinu. Tómas, þú hefur reyndar, þannig að þið eruð að vinna afrek innan veggja Landspítalans þó að okkur sé ekki kunnugt það, en þú hefur reyndar verið oftar í fréttum á árinu en út af þessu. Þú varst einn af þeim heilbrigðisstarfsmönnum sem veiktist út af myglu á Landspítalanum og þarft nú að flytja þig í skrifstofu í einum af þessum gámum sem verður komið fyrir utan. Hvernig leggst það í þig? Það er rétt, ég hef verið mikið í fjölmiðlum. Ég hef náttúrulega verið forsvarsmaður prófessor á Landspítala og verið að berjast fyrir auknum fjárlögum til Landspítalans núna í ár. En síðan hef ég líka ákveðið að stíga fram og segja svona frá eigin veikindum. Það var ekki alveg sjálfgefið að gera það sem læknir, það er óvenjulegt að við gerum það. En mér fannst málefni brýnt og það er dálítið skrítið að hugsa til þess að vinnustaðarmann sem er spítali sé heilsuspillandi vinnustaður, en það er nú staðreynd samt. Og hún hefur skrifstofan minni, hún hefur verið skrifstofan mín í 2 ár og ég sem betur fyrir að ná bata sem er nú mikilvægt en þetta er einhvað síður svona frekar ömmuleg lausn að þurfa að fara í gáma út fyrir aðalbygginguna og svona gárungarnir kalla okkur gámalæknana og við höfum meira að spurði hvort við viljum ekki bara fá búslóðina líka í gámum svo að við séum fljótari að flýja land. En öllu gamni slepptu, þá það er ekki við stjórn spítalans að sakast. Við erum með sprakan forstjóra og þetta er svona bara staðreynd að það er svona skammtað fé til spítalans að maður verður að taka úr svona viðhaldspeningu til þess að halda uppi svona sæmilegum eða halda uppi rekstri á þjónustu við sjúklinga. Svo þið hafið náttúrulega verið býsna mikið í umræðunni á þessu ári og nú eru læknar í fyrsta skipti í sögunni í verkfalli á Íslandi og þetta, næsti samningafundur er til dæmis boðaður 2. janúar og ekki ljóst hvert stefnir, hvort þið farið hugsanlega í verkfall þann 5. En mér langar að spyrja þig er forsvaranlegt, Tómas, að læknar fari í verkfalli yfirleitt og hvernig er að vera læknir í verkfalli? Þetta er góð spurning. Það er alls ekki góð tilfinning að vera í verkfalli sem læknir og ég hafði eiginlega aldrei hugsað þá hugsun til enda að slíkt myndi koma fyrir mig. Þetta er fyrsta skipti á Íslandi sem við gerum það og þetta svona auðvitað bitnar á okkar skjólstæðingum og það er eitthvað sem okkur hugnast ekki hvorki læknum en öðru heilbrigðisstarfsfólki en þetta hefur komið til tals áður en alltaf verið fellt þar til nú og þessi mikla samstæða með að lækna segir allt hversu alvarlegum augum við lítum ástandið og að það þurfi að bregðast við. Og þannig að þið sjáu það að við erum ekki með neitt verkfallssjóð vegna þess að þetta einhvern veginn hefur ekki komið til umræðu áður að fara í svona aðgerðir. En hvernig, Tómas, segjum sem svo, ef ekki nást samningar áður en að þið farið í þessar nýju og lengri verkfallslotur eftir áramótin, segjum bara út í loftið að þið sett á okkur lögbann. Hvað finnst þér það? Hvað þætti læknum það? Ég held að það versta lausnin að þeim öllum. Vegna þess að það eru margir ungir sérfræðingar sem eru nýkomnir heim sem við þurfum svo mikið á að halda sem er mjög pirraðir og vonsviknir. Ég veit ekki hvernig aðstæður hafa þróast hérna heim á Íslandi og hafa sagt að þeir muni segja upp samningarna og ef að lögbann verður sett á lækna þá myndi það bara flýta fyrir og verða svona snjóskriðaáhrif. En þú hefur sjálfur sagt einhvern tíma minni mig að þú myndir ekki segja upp og þú ætlaðir ekki að fara úr landi. Er það rétt skilið hjá mér? Ég er ekki að fara að flytja úr landi enn sem komið er. Ég held að flestir íslenski læknar séu að skoða stöðu þessu. Við erum að fá tölvupósta á hverjum einasta degi með atvinnutilboðum erlendis sem er sömuleyti líka jákvætt að við séum það vel menntaðir að við séum eftirsóknarverðir starfskraftur erlendis. Og það er það sem að stjórnvöld verða átt að sjá heim á Íslandi að þetta er samkeppnisumhverfi. En varðandi aftur mig, ég sem prófessor er mikið að kenna og ég lít líka á það sem mitt hlutverk að hvetja unga fólki bæði til þess að koma aftur úr sérnámi og fara út í ákvæmt og geta til dæmis séð Landspítala eða heilbrigðiskerfi heim á Íslandi sem svona spennandi kost á komin. Þannig að
það verður bara að berjast áfram. Nú líður að lokum hjá okkur, Tómas. Mér langar samt að biðja þig bara í fáeinum orðum að koma með svolítið kalt mat á stöðu heilbrigðiskerfisins. Það hefur verið talað um að það sé að falla niður úr fyrstu deild á Íslandi og að fólk verði beinlínis í lífshættu, að sjúklingar verði í lífshættu. Hvert er þitt mat í fáeinum orðum? Hvar erum við stödd? Hefur orðið eitthvað óbætanlegt tjón eða eigum við séns? Já, ég vil nú reyna að vera jákvæður, jákvæður maður að eðlisfari, en ég held að staðan sé mjög alvarleg. Hún hefur ekki verið svona alvarleg bara sem ég man eftir og það er það sem veldur mestum áhyggjum, það er þessir ungu sérfræðingar sem eru að segja bara núna síðustu daga og vikur og ég myndi samt ekki taka það djúpt í árinni að fólk sé beinlínis í lífshættu eða að við séum komin niður í 3. flokk, en við erum alveg klárlega að svona missa fartina og það verður að bregðast við vegna þess að það getur tekið áratugi að leiðrétta svona ástand ef að mikið af svona ungu fólki flytur aftur erlendis. Og það er eitthvað sem okkur bara, hvorki mér eða öðrum kollegum mínum hugnast. Við verðum að gera eitthvað róttækt í þessum málum sem snúa að heilbrigðiskerfinu á Íslandi. Tómas, við erum vön á þessu stigi að afhenda manni ársins á Stöð 2 skjal því til vitnis. Og hér stendur, það er fréttastofu Stöðvar 2 heiður að kunngera að Tómas Guðbjartsson, hjarta- og lúnaskurðlæknir og prófessor í skurðlækningum er maður ársins 2014 fyrir læknisafrek á ögurstundu. Eitt pínulítið í lokin. Myndefnið, við sýndum myndir af þessari umræddu aðgerð hérna áðan. Hvað gerið þið við þessar myndir? Notar þetta í kennslu eða vissur af þessu að þetta var í gangi? Það er góð spurning, það er margir sem að spurt með þessu. Skurðlæknar nota mikið upptökur í aðgerðum til þess að svona staðfesta hluti, jafnvel eitthvað sem kemur á óvart. Og í þessu tilviki og sambærilegum tilvikum þá hef ég alltaf tekið myndefni sem ég nota til kennslu og rannsókna. Við höfum verið að stunda rannsóknir á þessum tilfellum sérstaklega til þess að bæta okkur. Og í þessu tilviki hafði ég beðið Ellenu Björnsdóttur sem hefur verið með mér áður í sambærilegum tilfellum að taka myndir aðalega þá líka fyrir lögreglu og kennslu. Og ég vissi hreinlega ekki á því að hún var með síman á svona upptöku, vídeóupptöku. Og það er kannski það líka sem gerir myndefnið dálítið sterkt, að ég veit ekki á því að hún er að taka upp og þið sjáðu allan hennar svona asa í kring sem er dálítið kannski spennandi fyrir fólk út í bæ að sjá hvernig þetta gengur fyrir sig á svona erfið margir. Já, Tómas. Til hamingju með titilinn aftur, takk fyrir að vera með okkur, til hamingju með afmælið. En í lokin ætlum við að bjóða þér að beina nokkrum orðum yfir til leiðtogaflokkana sem sitja hérna við hringborðið. Orðið er laust, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Mér langar til þess að beina orðum mínum til forsætisráðherra og fjármálaráðherra. Og eins og okkur öllum hefur verið ljóst þá eru mjög margir íslenski læknar sem hafa tapað svona framtíðartrúnni á íslenska heilbrigðiskerfið. Þeir hafa sagt upp og ætla að halda erlendis vegna þess að kerfið okkar er að molna í sundur vegna mikils vinnuálags og lélegra kjara og lélegra vinnuaðstöðu. Og mér langar til að spyrja ráðherrana hvort að þeir hafi einhver heilræði til þessara lækna af þessu tilefni og kannski ekki síður líka til allra þessara velmenntu lækna sem við eigum íslensku í útlöndum sem er að bíða eftir að komast heim og hvað þeir hafa að segja við þá. Já, svo mörg voru þau orð hjá Manni ársins að mati fréttastofu Stöðvar 2. Og margar annar reyndar. Já, reyndar. En hingað er komin forsætisráðherra, velkomin Sigmundur Davíð. Takk. Velkomin. Og þú ert að borða síld sem kokka landsliðið matreiti fyrir okkur og bar fram á borðið hér áður en að þú komst meðan þú varst að flytja ávarp þitt upp á Ríkisútvarpið. Þetta er mjög gott. Þetta er mjög fínt, enda meistarakokkar á ferð. Þú ert að koma beint úr hér að taka upp ávarpið. Þú varst nokkuð á góðum tíma núna með það í fyrra, aðeins seinni í fyrra. En þú ert líka að koma af ríkisráðsfundi þar sem þú munstraðir inn nýjan ráðherra. Já, það var mjög gaman að því. Byrjaði daginn á því að bæta nýjum ráðherra í ríkisstjórnina því að það er mikill fengur að því að fá Sigrúnu með okkur í þetta. Hún er auðvitað með gríðarlega mikla reynslu sem stjórnmálamaður, margra áratuga reynslu, en líka hæfileika sem að munu nýtast mjög vel í þessu embætti. Svoleiðis að ég hlakka bara til
ríkisstjórnarfunda með henni og til að sjá öll þau verkefni sem hún mun stýra í umhverfisráðuneytinu. En það ekki búið að upplýsa, held ég, hver tekur þá við þingflokksformennskunni? Búið að ákveða það? Nei, það mun sjálfsögðu þurfa að kjósa nýjan þingflokksformann og Sigrún víkur líka úr nefndum sem hún hefur verið í. Þannig að það þarf að skipa nýtt fólk í það, en það bara gert á fundi þingflokksins áður en að þing kemur saman í janúar. En við vorum að hlusta hérna á viðtal við mann ársins sem setti svona í fangið á ykkur tveimur þessa spurningu, hvaða heilræði, ef við kannski byrjum á þér Bjarni, hvaða heilræði þú hefðir til lækna og ekki síst þessara ungu lækna sem ekki langar heim? Já, við erum hér að tala gríðarlega viðkvæmt mál sem að allir Íslendingar taka til sín. Það að segja staðan í heilbrigðiskerfinu og heilbrigðiskerfið samsett af mörgum stéttum. Þar eru læknar og þar eru líka hjúkrunarfræðingar og þar eru sjúkraliðar og margir aðrir. Og þegar ný ríkisstjórn tekur við völdum að þá vildum við forgangsraða í þágu þessa málaflokks og við sýndum það strax á fyrstu mánuðum okkar í ríkisstjórn þegar við jukum við framlög til Landspítalans marga milljarða. Og við urðum þess vör strax haustið í fyrra að það var meðal annars talað það að ungir læknar kæmu ekki heim vegna þess að það skorti tæki á spítalana. Tækin væru úrelt, græjurnar sem þeir var að læra á í námi erlendis væru bara nýrri og betri. Þeir bara kynni ekki á gömlu tækjum á Landspítalanum. Já, akkurat. Og þess vegna kölluðum við eftir því að tækja kaupa áætlun Landspítalans væri uppfærð, hún yrði sett fram til nokkurra ára og við full fjármögnuðum hana strax síðastliðið haust. Við erum semst að setja milljarð á þessu ári til þess að kaupa ný tæki á spítalann og síðan komum við núna í haust, fylgjum þessari tækjakaupa áætlun eftir og setjum í fyrsta skipti fjármagn í að fullhanna meðferðarkjarnan fyrir nýtt stórt sjúkrahús. Við erum semst komin af stað með aðgerðaráætlun fyrir uppbyggingu nýrra viðbygginga við Landspítalann sem hefur gengið undir nafninu nýr Landspítali sem við kalla hátæknisjúkrahús. Þetta erum við að gera. Varðandi kjaradeiluna sem nú kannski tilefni þess að þetta mál rætt við Tómas á þessum tímapunkti, þá eru það tveir sem eru að deila og það stendur ekki bara upp á ríkisvaldið að svara því hvað það ætlar að gera í deilunni. Ég segi bara fullum fetum eins og ég hef tekið fram í þessari viku. Við höfum boðið læknum til lausnar á þessari deilu kjarabætur sem eru talsvert umfram það sem allir aðrir geta haft væntingar 28%? Ég ætla ekki að tala neina tölur, ég bara að segja við ykkur það sem hefur verið lagt fram af ríkisins hálfu eru tölur sem sýna það alveg skýrt að ríkisvaldið vill leysa þessa deilu og við viljum gera allt sem við getum til þess að forða því að þetta verkfall skelli á. Læknar verða síðan að líta í eigin barm, horfa í spegilinn og spyrja sig þetta tæki sem þeir hafa, verkfallsrétturinn sem þeir hafa aldrei beitt áður, við þessar aðstæður sem uppi í landinu í dag réttlætanlegt að beita því og stefna þannig heilbrigðiskerfinu inn á brautir sem við höfum ekki áður upplifað að það verði engar stórar aðgerðir framkvæmdar. Það verði nánast aðgerðastopp nema í allra mestu neyðartilvikum og það verða þeir að svara fyrir sig. Þeir geta ekki velt í öllu saman yfir til okkar við þessar aðstæður. Ég bara hafna því að taka ábyrgð á því að verkfall skelli á miðað við það sem að ríki hefur nú þegar lagt fram til lausnar á deilur. Forsætisráðherra, deilir þú þessum sjónarmiðum með fjármálaráðherranum? Já, við deilum því sjónarmiði að það var búin að safnast upp gríðarlega mikil þörf fyrir fjárfestingu í heilbrigðisþjónustunni enda verið að bregðast við því. Stjórnmál snúast forgangsröðun og það vilja auðvitað allir efla heilbrigðisþjónustuna. En við höfum í þessari ríkisstjórn forgangsraðað alveg sérstaklega í þágu heilbrigðisþjónustunnar enda var orðin mjög knýjandi þörf fyrir það eftir niðurskurð sem að samanlagt á síðasta kjörtímabili nam 30 milljörðum króna. Og það tekur auðvitað tíma að vinna upp afleiðingarnar af svo gríðarlegum niðurskurði. En nú eru á næsta ári, árinu sem að hefst á morgun, framlög til Landspítalans meiri að raunvirði en þau hafa nokkuð tíman verið áður í sögu spítalans. Bjarni nefndi framlög til tækjakaupa. Þau hafa sjöfaldast frá því sem var á undanförnum árum. Svoleiðis að það verið að byggja upp, það verið að bregðast við þessari miklu þörf.
En vissulega tekur tíma að byggja upp eftir 30 milljarða samansafnaðan niðurskurð í heilbrigðisþjónustunni. En viljinn augljóslega fyrir hendi og forgangsröðunin sýnir það. Finnast þér læknar sína óraunsæja heimtufreki? Ég myndi nú ekki orða það svoleiðis. Læknar auðvitað eru í þeirri stöðu að vera mjög eftirsóttir starfskraftar og geta tiltölulega auðveldlega fengið vel launaða vinnu erlendis. En eins og fjármálaráðherra var að nefna þá er það eitthvað sem við gerum okkur grein fyrir og ríkið hefur verið að bregðast við því með því að bjóða lausn á þessari deilu sem að verður að segjast alveg eins og að væri ekki raunhæft almennt yfir línuna. En þetta er alveg sérstakt tilvik sem að það var að leysa á sérstakan hátt. Ég heldur bara að bæta því við að sem sagt, þessi deila, þetta er greinilega uppsafnaður vandi og við verðum bara að nálgast það þannig að við getum ekki leyst hann í einu risastóru skrefi með einum kjarasamningi þannig að það hefur verið sópað öllum fyrri vanda verði bara sópað undir teppið í því skrefi einu. Og við ungu læknana sem var kallað eftir að við töluðum til líka og þá sem eru erlendis, þá segi ég sko, Ísland verður aldrei landið þar sem að læknar munu eingöngu út frá launakjörum einum vilja búa. Við ætlum að gera svo margt annað. Við ætlum að efla hér stöðuleika. Hér er lágt atvinnuleysi. Hér er hrein náttúra og greiður aðgangur að skólum og heilbrigðiskerfi. Hér eru lífskjör með því besta sem er í heiminum og við hefum meiri sóknarfæri heldur en margir aðrir. Þannig að ef við höldum áfram á þeirri braut þá verður ekki bara gott að vera læknir á Íslandi, það verður gott að vera Íslendingur sama við hvað maður ætlar að fá. Færum okkur aðeins hérna yfir á vinstri vænginn. Helgi reyndar var hérna búinn að biðja orðið og kannski fleiri? Já, örugglega fleiri. Já, byrjum bara. Stinnhilla fórlátt en allavega, sko, mér finnst, sko, það hrættir mér svolítið að heyra hérna eitthvað stinga upp á lögbanni á verkfalli lækna. Mér finnst það líka einhvern veginn hins vegar skrítið að það sé enginn fann að tala um það fyrir með við það sem undan er gengið á árinu. Með fyrir lögbun sem hafa verið sett á verkfall almennt og það er þetta ofboðslega slæm leið. Það er versta leiðin í raun og veru til þess að leysa svona deilur. En sömuleiðis að þá er allir sammála um það að það er uppsöfnuð þörf. Hvers vegna? Jú, vegna þess að læknar hafa af innilegri góðmennsku ákveðið að setja ekki sjálfa sig í forgang. Og mér finnst það ekki gott að það sé talað um lækna eins og þeir sé einhvern veginn óbilgjarnir. Við erum í samkeppni við aðrar þjóðir þegar kemur að launum lækna. En kallar það ekki óbilgjarnir þegar menn fara fram á margfaldar launahækkanir með aðrar stéttir í landinu? Nú er ég ekki inn á samningafundum sjálfur, skilurðu, þannig að ég veit ekki hvað kemur fram. Það er allir sammála um það, þetta er uppsafnaður vandi og þeir eru búnir að vera að lúffa heil lengi. Það hafa beðið mjög lengi. En það er kannski mergurinn málsins. Er hægt að leysa þetta mál einfallega með því að kasta 30, 40, 50% launahækkun í læknahúsi og þar með er máli leyst? Stóra máli sér þetta er uppsafnaður vandi og þó að vinir mínir, drengirnir í ríkisstjórninni tala eingöngu síðustu ríkisstjórn þá þetta liggur það þannig að það hefur verið skorið niður hjá Landspítalanum frá árinu 2000 og það hefur fyrir hrun var verulegur halli á rekstri spítalan sem þannig að hann fór þannig búinn inn í mjög erfiða kreppu og niðurskurð á öllum sviðum þannig að ég held að við þurfum auðvitað að horfast í augu við það að þessi niðurskurður nær lengra aftur og þar er ákveðin uppsöfnuð þörf en líka þetta er stétt sem réttilegu komið fram, hún er mjög hreyfanleg og þetta er ekki vandamál bara á Íslandi þegar önnur lönd sem hafa lent í kreppu eiga við þetta vandamál að stríða heilbrigðisstarfsfólk er mjög hreyfanlegt. En það eru smiðir, rafvirkjar og píplagningarmenn líka og þeir hafa farið. Og það sama hefur gerst þar, en ég held við þurfum líka að velta fyrir okkur hvað viljum við með samfélagið. Auðvitað hljótum að vilja að hér séu öflugir læknar og heilbrigðisstarfsfólk. Þetta er til að mynda uppistaðan í öflugu rannsóknarstarfi hér sem einmitt í miður hefur aðeins dregið úr núna út af þessum uppsafnaða vanda. Það hafa verið en bráðamáli hlýtur að vera að leysa þetta og spurningin er þá, erum við tilbúin til að setja 30-50% launahækkanir til nú sittum maður ekki við borðið, þannig að sjálfsögðu þurfa aðilar að koma hvort til móts við annan, það er alveg rétt. En stóra málið er að ef þetta verkfallskellur þá erum við að horfa á gríðarlegan óstöðugleika í velferðarkerfinu sem er eiginlega ekkert hægt að bjóða upp á fyrir samfélagið. En er hægt að leysa þetta, Árni Páll, með því að fara svona stór stök í launahækkunum til lækna á þess að það kollvarpi þjóðfélaginu? Jú, það sem þarf auðvitað til að leysa þetta mál er alvöru stjórnarstefnu uppbyggingu. Þessi ríkisstjórn hefur klúðrað samskiptum við heilbrigðiskerfið og við Landspítalann frá upphafi. Tvenn fjárlög í röð hafa verið sett fram með þeim hætti að það hefur verið upplausnar ástand á spítalanum og það hefur þurft að lagfæra fjárveitingarnar í meðferðum þingsins.
og fjármálaráðherra hann hefur gert það axarskaft í tvígang að leggja fram fjárlög sem standast ekki fyrir Alþingi. Við erum að sjá það líka að yfirlýsingarnar undanfarið hafa ekki verið til þess að hjálpa til. Í Morgunblaðinu í dag viðtal við 87 ára mann, Halldór Björnsson, fyrrverandi formann Dagsbrúnar, sem útskrifaði sjálfan sig á spítalanum í gær vegna þess að honum var boðið upp á að vera á baðherberginu. Hann sagði með áratuga reynslu af samskiptum á vinnumarkaði: yfirlýsingar fjármálaráðherrans bera vitni hroka og merkilegheit. Það ekki hægt að sparka í menn og ætla síðan að semja við þá. Ríkisstjórnin verður auðvitað að axla ábyrgðina því að hafa teflt þessari deilu í það ástand að það sé ekki traust á milli samningsaðila. Og það gerir hann auðvitað erfiðari úrlausnar. Lykilatriði sem við verðum hins vegar að takast á við sem samfélagi. Við verðum að fjármagna opinbera heilbrigðisþjónustu. Hún hefur verið vanfjármögnuð áratugum saman og það eðlilegt að koma síðan með áætlunum og gera það. Því miður sitjum við ekki við samningaborðið. En það alveg ljóst af öllum þessi tilþekja að framganga ríkisstjórnarinnar og fjármálaráðherrans hefur ekki verið til þess fallin að leysa málið. Þetta algjör þvættingur sem þú ert að fara. Með hverju sparkaði lækna? Með hverju sparkaði lækna? Hlustaðu á yfirlýsingar í fjárlögum. Þetta bara algjör þvættingur hjá þér. Fyrri ríkisstjórn skar niður þó að það sé erfitt að horfast í augu við það. Við höfum aukið framlögin marga milljarða. Við jökum framlögin 3 milljarða til Landspítalans á síðasta ári og við jökum þau aftur í þessum frumvarpi. Bjarni, þú lagðir fram frumvarp til fjárlaga í haust sem fól í sér að það er að segja 100 manns á Landspítalanum og það fór allt í uppnám á spítalanum með leið og þú lagðir það fjárlagafrumvarp fram. Þú ert búin að koma fram með yfirlýsingar aftur sem ekkert annað en tilraun til að egna þjóðina gegn læknum. Og það sjá það allir sem hafa hlustað á það sem þú hefur sagt. Guðmundur, er þetta að leysa þetta málið? Nú eru þeir í stjórn og þeir þurfa að glíma þetta mál, þeir þurfa líka að horfa til þjóðfélagsins í heild. Það eru samningar, allir samningar eru lausir í raun og veru, stóru samtökin eiga öll eftir að semja. Það er ólíklegt að samtök launafólks láti sér duga 3,5% sem Seðlabankinn leggur til og segir að þjóðfélagi fara á endanum hefur farið yfir það. Ef að kennarar eru búin að fá 30% og fleiri hafa fengið svipaðar hækkanir og læknar fara kannski að fá upp í 40%, er þá að leysa þetta bara með einhverju barbabrellu og segja þið verður bara að bíða nokkur ári viðbót launafólk á meðan við tökum lækna og gefum þeim 40-50%. Eins og ég skil kröfu lækna, þá eru þeir að mörglundi að fara fram á einfaldlega að kjör þeirra séu leiðrétt. Þeir segja að þeir hafa Ég myndi gjarnan vilja mín laun eru leiðrétt líka. Ríkisstjórnin er svolítið mikið að leiðrétta alls konar hluti, verðlagsþróun og svoleiðis, að þeir eru að biðja það sama, að þeirra laun séu leiðrétt. Þeir segja að þeir hafi dregist aftur úr í laun 15%. Mörg fyrirtæki 2009 lækkuðu einhliða laun fólks 10-15%. Það hefur ekki verið leiðrétt. Það hefur enginn talað það að það þurfi að leiðrétta þessi kjör. Ég held að það þurfa að leiðrétta þessi kjör vegna þess að öðrum kosti þá bara blasir við hrun í heilbrigðiskjörinu og það þarf bara að spyrja sig, viljum við það? Viltu það? Þannig að þú vilt taka læknastéttina út fyrir sviga Já, ég myndi segja að líka það að... En má ekki gera ráð fyrir að hjúkrunarfræðingar komi þá í kjölfarið? Heilbrigðisstéttir og læknar sérstaklega hafa dregist aftur úr. Það er líka annað sem læknar eru að tala að læknar hafa náð að komast upp í góð kjör með mjög mikilli vinnu. Þeir eru að fá sín laun fyrir svona 200% vinnu. Þeir eru að biðja það að þessari stefnu sé breytt, að kjarabætur þeirra, að þeir þurfi alltaf að greiða fyrir þær með aukinni vinnu. Þetta er sérstæða læknar. Og sér líka annað ef ég má aðeins. Að það er líka komið ákveðið misræmi. Við gleymum stundum að stór hluti heilbrigðiskerfisins er einkarekinn. Hann er á stofum og sérfræðilæknar. Sérfræðilæknar fengu eiginlega umverðalaust á stofum 20% aukningu. Og er það ekki með tókurinn sem að læknarnir á spítalanum að bera sig við? Við þurfum að skoða heilbrigðiskerfið í heild sinni og ég held að ríkisvaldið þurfa að skoða þennan mörgleyti stjórnlausa straum af peningum sem fer úr sjúkratryggingum til sérfræðilækna og við erum eina þjóðin held ég bara sem við viljum bera okkur saman við, meðal þeirra sem við viljum bera okkur saman við sem hefum ekki eitthvað hlið inn í þjónustu sérfræðilækna og þær eru að streyma út miklu peningar. Og síðan held ég líka að það er verið að biðja það einhverja heildarsýn á uppbyggingu heilbrigðiskerfisins. Til dæmis núna er ekki verið að byggja neitt einasta hjúkrunarheimili. Og eldra fólk liggur á bráðalegudeild. Það er svolítið hættulegt að gera eins og Heimir gerði hérna áðan að tala árshækkanir versus hækkanir í samningu sem er náð til margra ára. Það er ekki hægt að segja 3,5% og taka svo kennarasamningin og tala heildarhækkun yfir allan samningstíman og segja þetta sé eitthvað sambærilegt.
En ég segði að maður að tala 3,5 á ári og því sem þið haldið til haga. Já, þeir benda bara á lík. líklega verðbólgu áhrif og atvinnuleysis áhrif á því að hækka meira heldur en framleiðslan í landinu stendur undir og þetta bara löngu sönnu fræði. En líður ykkur eins og þessi á milli steins og sleggju, líður ykkur þannig? Með þetta mál? Mér finnst þetta erfið deila og við tökum þetta nær okkur og alveg eins og landsmenn allir. Mér finnst vera óbilgirni í kröfugerðinni. Ég hef sagt það oftar en einu sinni. Ég ætla bara að segja eitt varðandi vinnulækna, þetta er alveg rétt sem Guðmundur er að segja, að það eitt af vandamálunum að það gríðarlegt vinnuálag á læknum. En það hvernig kjarasamningurinn hefur byggst upp yfir árin, þar sem minni áhersla lögð á að hækka dagvinnulaunin og meiri áhersla lögð á að greiða fyrir ýmiss konar auka vaktir, staðaruppbót og hvað þetta allt saman heitir, bakvaktir og þetta. Það eitthvað sem að læknar verða líka að bera ábyrgð á. Þetta þeirra samningur sem þeir hafa gert og það ekki hægt að leiðrétta það allt saman í einu stökki og segja, samningur sem við höfum fengið hér, honum ekki verið úthlutað, það hefur verið þetta saman. Maður verða báðir að bera ábyrgð á því og vinda það ofan á því. Sigmundur, sem forsætisráðherra, þegar þú fer heim á kvöldinu og þinni vinnu, lokar það bara hurðina og hættur að hugsa þetta eða ferðu með þessar áhyggjur af þessari stöðu heim? Ég hef miklar áhyggjur af þessari stöðu, bæði á vinnutíma og næturnar líka. En maður hefur auðvitað líka áhyggjur af stöðunni almennt á vinnumarkaði. Það ekki öllu leyti áhyggjur sem að byggjast, og raunar bara litlu leyti áhyggjur sem byggjast á því að þeim vandamálum sem til staðar. Áhyggjurnar snúa að því að við nýtum ekki sóknarfærin. Vegna þess að þrátt fyrir allt hefur tekist að auka kaupmátt á Íslandi á undanförnu ári meira en nokkurs staðar annars staðar í Evrópu, meira en 5%. Og það tækifæri til þess núna á nýja árinu að haga málum þannig að það verði hægt að byggja verulega ofan á þessa kaupmáttaraukningu. Og þá tel ég mig mikilvægt að menn hugi sérstaklega stöðu þeirra sem eru með lægri tekjur eða millitekjur. Sem læknar eru þetta ekki, ef við snúum okkur aftur á læknunum? Sem læknar eru reyndar ekki, það er alveg vittir. En á móti kemur að þeir eru með sterka samningsstöðu af ýmsum ástæðum og eitt og annað sem hefur verið nefnt hér. En auðvitað þetta allt sett í samhengi og aðilar vinnumarkaðarins, hvort heldur sem atvinnurekendur eða forystumenn launþegahreyfinganna, hafa ekki dregið dul á það að þeir muni tengja þessa kjaradeilu við þær viðræður sem í vöndum á nýju ári. Svoleiðis að áhyggjurnar af þessari stöðu núna snúa, að eðli málsins sem mjög og óttast að við séum að fara í eitthvað svona spinn. En það snúa líka að því hvaða áhrif þetta getur haft á framhaldið. Og þess vegna hef ég verið að reyna að biðla til meðal annars aðila vinnumarkaðarins að sýna því skilning að þetta sé sérstakt tilvik sem þurfi alveg sérstaka lausn á. Því var nú ekki vel tekið beinlínis. Menn eru að tala áhyggjur sínar og tilfinningar sínar í málinu, þá myndi ég kannski aðeins vilja tala mínar. Að ég hef áhyggjur á því að þegar maður segir að það þarf að auka fjárveitingar til rekstur heilbrigðiskerfisins og fjárfestinga í innviðum heilbrigðiskerfisins, þá eru viðbrögðin eins og við sáum hérna áðan til dæmis hjá Bjarna, þau að það bara sagt við erum að gera þetta. Nóg, milljarður eru nóg. Þetta ekki nóg. Samanburðurinn til dæmis við Danmörku sýnir að við ætlum að vera á pari með heilbrigðiskerfi við Danmörku og það eru 10 milljarðir sem við þurfum að setja á nýju fé inn í rekstur heilbrigðiskerfisins á hverju ári. Og ég segi, við þurfum að upplifa þetta sem eitt mikilvægasta verkefni í stjórnmálum á Íslandi. Stöldrum aðeins við þetta. Einmitt staldra aðeins við því nú þurfum við að gera örstutt auglýsingar hér og svo fáum við pistil frá engum öðrum en... Já, honum sjálfum Katli Mána Áslaugarsyni, öðru nafni Kenneth Mána, já. Starfsfólki. Gefum aftur yfir á hringborðið. Við ætlum að heyra í manni sem hefur verið lýst sem góðkunningja lögreglunar. Hann sló í gegn í fangavaktinni hérna á Stöð 2. Nú hefur hann hins vegar stolið senunni í Borgarleikhúsinu eins og þau segja með sinni eigin sýningu. Þetta Kenneth Máni, hann hér með áramóta ávarp á sína vísu. Góðir Íslendingar og líka landsmenn. Í dag dagur númer seinasti á árinu og því ber að fagna endalokunum
þetta er líka seinasti dagurinn til að sjá hvernig árið þetta er búið að vera á Facebook og þannig að fólk hefur mikinn áhuga á því. En þegar við lítum í bakgrunnsspegilinn á þessu ári, mínu kæru vinir, þá já, allan það er margt og meira gerst á þessu ári. Það var eldgos og ég fór í sund og það búið að loka Caruso og svo varð Marta Smartland róni. Sem bara mjög leiðilegt fyrir hana. En það var meira leiðilegt eins og Ebola. Svo komu maurar á Landspítalann og Beyoncé kom líka á landið okkar fagra og góða og það sem fossar fara niður en grasið græna mosast og tindaskæra og sólin gulli slegin og urða grjót og allt það. Og svo náttúrulega Ísland-Holland. En þú veist, herri, hvað sagði ekki Fjölnismenn, skilji? Setið boltan í netið ef að þið getið. En fór ekki vel fyrir þeim í dómaradeildinni ár, skilji, og því ber að syrgja. En það eru líka margir veikir í ár út af Ice Bucket Challenge. En samt, sko, þú veist, bara húrra fyrir góð málstað og allt það, bara Bubbi skora á þig, skilju, en það eru líka margir reiðir í ár, skilju, að því að þeir eiga ekki skuldina sína lengur. Og líka, það er líka bara margt að vera reiður yfir. Kæru Íslendingar, þú veist, sundlaugarnar okkar loka allt og snemma, finnst mér. Og svo var konan, hvað heitir hún aftur, sem er alltaf svo heiðileg, en enginn vill hafa hann í vinnunni. Hannabina, hún er alltaf að segja fyrirgefðu, en það hlustar enginn á það. Og Hanna, sko, ég skil þig, skilju. Mér er bara mjög óþægilegt þegar aðrir kalla mig glæpamenn, skilju, eins og ég sé bara það. En að því að það er að koma áramót, þá ætla ég bara að óska öllum fyrirgefðu fyrir hönnuvinni. Því að það verður einhver að axla ábyrgð. Þannig að Hannabina fyrirgefðu með þetta með leikandamálið. Og ég ætla líka að óska öllum öðrum til fyrirgefðu. En fyrst, að því að það koma mánaðamót og allt svoleiðis, þá er óskastund Kenneth. Og tada, ókeypis gömul raftæki fyrir fátæka. Og notaði Vaff og S-bólur fyrir öryrkja. Og svo vil ég bara líka óska öllum fyrirgefðu. Bara múslimakonan sem vill ekki byggja kirkjuna, ég óska henni til fyrirgefðu. Maðurinn sem gaf orðuna út í Kyrþey og byggja lögga fyrir að vera lögga. Og sko, svo líka bara eitt svona, þú veist, eitt sjómla, eitt svona ráð frá sjómla, skilju, til ykkar allra, skilju. Er alltaf að hlusta, skilju. Í dag er bara versti tíminn í heiminum til að láta skjóta með vélbyssu. Þannig að það er engin læknir í vinnunni. Þegar finnst ekki gaman að láta koma illa fram við sig og, þú veist, fokka svona í sér allan bara fyrirgefa með það. Og fyrirgefi bara allir. En já, ég ætla ekki að segja fyrirgefi kallinn sem lokaði Caruso. Það sökkar, skilji, hvar er þessi fokkin Skjaldborg, skilji? Að vera Íslendingur, það er svolítið eins og að fara út að borða Caruso, skilji. En maður þurfa allir að fara einhvern tímann, skilji,
Það er bara eins og fara á Þingvöll. En þarna má ekki nema kallið sem á húsið gefi manni náttúrupasta. Já. En samt betri matur á Caruso en á Íslandi. Því að hann er ekki íslenskur. En allan bara til hamingju með árið og þannig, já, og Guð blessi eða, já, bara áfram Ísland og músi og þannig, hei, ein selfie eða? Já, koma. Raggi, eina selfie. Hei, Þorvaldur Davíð. Það er eitt, eitt sem verður að passa á. Það er ef þú ert að fara þangað sem þú ert að fara, þá geturðu endað þar sem þú ert að fara. Ég lend oft í því. Fattarðu? Ok, eina selfie fyrir strákana heima. Það ekki? Svona bara. Allir með það? Má sjá. Það var allir að passa inn á myndinu. Þetta sé eitthvað svona. Hvað segir? Ok, og ég segi bara til að mikið með árið og þannig bara músi. Ok. Músi. Takk fyrir þetta, Kenneth Máni. Kenneth Máni, engu líkur. Það er eiginlega grennir á hlátri. Hvernig fannst ykkur? Var ávarpið þitt eitthvað í þessum túr? Það var smá samhljómur. Já. Ekki ölluleyti. Dreyka Simon var þetta fyrir kvöld. Hún talar kannski Fossana og landið. Gæti komið við sögu. Gæti komið við sögu, já. En Bjarni, þá er bæði Kenneth Máni og Hanna Birna. Hún að biðjast afsökunar á lekamálinu. Langar þig að bætast í þann hóp? Að biðjast afsökunar á lekamálinu? Já. Ég held reyndar að það mál hafi réttilega verið til lykta leitt fyrir dómstólum með því að ábyrgðin var færð á hendur þeim sem að braut af sér. Síðan er það hinn pólitíska hlið og hún hefur innanríkisráðherrann stigið til hliðar og nýr innanríkisráðherra tekið við og mér finnst nú ekki vera margt fyrir mig til að biðjast afsökunar og ég verð nú að segja það eins og er. Fannst þér Hanna Birna gera einhver mistök í þessu máli? Við vitum það ósköp vel eftir allt sem er komið í ljós núna eftir játningu aðstoðarmannsins að það hefði mátt gera svo margt öðruvísi. Það sem að skipti mig mestu máli framan af þegar að Hanna Birna lá undir miklum árásum og var krafin svara bæði á þinginu og fjölmiðlamönnum og öðrum að það hafði ekkert komið fram neitt annað en að ráðuneyti hefði reynt að greiða fyrir rannsókn málsins og það er auðvelt síðan þegar að öll kurl komið til grafar að segja þetta hefði allt átt að vera með öðrum hætti. Það voru gerð mistök í þessu máli, það er engin spurning. Það voru fjölmiðlar ekki einfaldlega að gera bara skyldu sína í málinu? Hvað segirðu? Voru fjölmiðlar ekki einfaldlega að gera skyldu sína? Þegar að þeir kröfðu ráðherrann svör? Já. Jú. Ég hef aldrei sjálfu sér sett út af það að stjórnmálamenn fái aðhald en það er hins vegar annað mál þegar menn fara að fylla í eyðurnar og koma með fullyrðingar sem að kannski eiga ekki við rök að styðjast með þar upplýsingar sem eru upp á borðum. Og það var það sem var dálítið erfitt í þessu máli að eiga málefnalega umræðu það vegna þess að hluta til þá var opinber umfjöllun byggð á einhverjum leka og upplýsingu jafnvel innan úr rannsókn málsins sem að við í þinginu höfum ekki aðgang að. En mig langar að spyrja, svo höldum okkur við málefnið sjálft. Fannst þér við hæfi til dæmis að Hanna Birna væri í ítrekuðu sambandi við lögreglustjóra höfuðborgarsvæðisins rannsókn málsins? Ég held að það sé skýrt þegar við horfum tilbaka að það hefði verið miklu betra að það hefði ekki átt sér stað. Þannig að það voru mistök hjá henni? Ég tel að
Það hefði farið betur á því að þau samskipti hefði ekki átt sér stað. Ertu sammála þessu Sigurður? En ég tek það fram að þegar við vorum að ræða þetta í sumar, þá auðvitað hafði maður ekki neina yfirsýn yfir það hvers eðlis þau samskipti voru, hvert inntakið var og í mínum huga var einfallega að ræða nauðsynleg samskipti sem tengdust í að greiða fyrir rannsókn málsins. En þá vissur þú kannski ekki inntak þeirra samskipta? Mín afstæði þessu máli byggir ekki síst á samtali mínu við Hönnu Birnu í kjölfarið af hennar afsögn og í tengslum við hana, þar sem hún segir það hefði farið miklu betur á því ég hefði ekki átt þessi samskipti. Og ég dreif það mat ekki efa. Hún hefur sagt það við þig sjálf? Hún hefur sagt það sjálf við þig? Já, mér finnst það nú að hafa komið fram opinberlega líka hjá henni. Þannig að þér finnst þá í raun og hún hafi verið að beita lögregluna ákveðnum þrýstingi? Nei, nú ertu að leggja mér orðið minn. Ég hef ekkert sagt um það, ég hef enga forsendur til að ætla það. En þegar hún til dæmis segir lögreglustjóra það í rauninni hótar lögreglunni rannsókn vegna þessara rannsóknar? Já, nú þetta allt til skoðunar ekki satt og mér finnst nú eðlilegast að ef það er von á einhverju yfirliti yfir þessi samskipti að þau komið þá bara fram. Þau eru væntanlega í byrjun janúar en Sigmundur, þú tjáðið nú þetta mál líka eftir að Hanna Birna sagði af sér og svona fyrst og fremst talaðir þá þær árásir sem að Hanna Birna hefði orðið fyrir. Finnst þér hún fórnarlamb í þessu máli? Hún það að hluta til og meðal annarra, en hann ekki rétt að ég hef fyrst og fremst talað þær árásir sem hún hefði orðið fyrir. Ég var til dæmis nokkrum sinnum spurður af því hvað mætti læra af málinu og byrjaði iðulega á því að útskýra mikilvægi þess að menn lærðu að fara betur með upplýsingar sem ætti ekki að vera á hvers manns vitorði og vönduðu sig betur í því hvernig þeir störfuðu í ráðuneytum og stofnunum og getur lært fjölmargt að þessu. En jú, ég nefndi það líka að þetta hefði verið mjög erfitt fyrir Hönnu Birnu sem það var vegna þess að það var sótt mjög hart aðinn og þá er ég ekki einhverjum að tala um fjölmiðla, ég er að tala um jafnvel hótanir sem að henni og fjölskyldu hennar bárust, svo ekki sé minnst á allt það sem að leynist á internetinu. Þannig að það er auðvitað eitthvað sem er ekki líðandi heldur að mann sé beinlínis hótað jafnvel mjög alvarlega. En nú, þú talaði líka um það að þjóðin þyrfti að læra af þessu lekamáli. Þarna erum við að tala um ráðherra sem eru grunaðir um misbeitingu valds. Umboðsmaður Alþingis er að skoða samskiptin við lögreglustjórann. Hvað á þjóðin að læra af þessu? Það er ekki rétt að ég hef sagt það. Ég sá að það var haft eftirminnistaðar. Ég held að það er byggt á einhverju fyrirsögn, en ég hef aldrei haldið því fram að þjóðin sem slík ætti að læra þessu, enda gengur það svona gegn þeirri notkun sem mér finnst rétt að viðhafa þegar að tala um þjóðina. Það er ekki að tala um þjóðina eins og einn einstakling. Þannig að þetta var bara alrangt, ég hef aldrei haldið þessu fram. Ja, við skulum aðeins, hvað finnst ykkur um þetta lekamál og kannski þann lærdóm sem að því má draga, bæði sem enda náttúrulega með afsögn ráðherrans? Ég hef verið að tala um mann ársins og Tómas Guðbjörnsson er vel að þeim titli kominn. Mér finnst annar sem hefur líka staðið sig mjög vel á árinu og það er umboðsmaður Alþingis og hljómsveitin Rass söng nú hérna í eina tíð umboðsmaður Alþingis, hann er ekki að standa sig og á þessu ári afsannaði hann þessa línustrennar, hann stóð sig mjög vel og sýndi ráðherranum, Hönnu Birnu mjög mikið aðhald og það er svo flott þegar svona aðilegins og umboðsmaður Alþingis sem hafa ákveðið hlutverk í samfélaginu, þeir eiga að veita stjórnmálamönnum aðhald og þetta er stofnun sem er undir Alþingi og þegar maður sér að þetta virkar og alveg sama þótt að það hefur verið þrýstingur á umboðsmannu og hann vændur jafnvel og gefið í skyn að hann væri í einhverjum leiðangri og alltaf að tala um árásir í þessu, þá hefur hann bara staðið sig og hann bara hefur spurt hvassra spurninga og fengið og beðið eftir svörum og í þessum samskiptum kom bara ýmislegt í ljós. Til dæmis að Hanna Birna misbeitti valdi sínu, maður gæti ekki séð annað. Katrín? Já, ég get tekið undir þetta og það er auðvitað svo að sem betur verða svona mál ekki á hverjum degi. Og þarna var lekið í raun og veru spekúlasjónum einstakling, meiðandi spekúlasjónum af yfirlögðu ráði og það sko, að því hér var talað tíma í þessu máli eins og hér væri nú stöðugir lekar. Það er ekki svo sem betur fer og það er jákvætt að stofnanir samfélagsins breiðist við. Og ég vil líka nefna fjölmiðlana og DEVAF sem
veitti auðvitað svona forystu í þessu máli. Það er auðvitað umhugsunarefni, það er hlutverk fjölmiðla, hlutverk þeirra er alveg gríðarlega mikilvægt, ekki síst í þessu pínu litla samfélagi sem við búum í, að veita þetta virka aðhald, þar sem við þekkjumst öll og einmitt meðvirknin getur orðið svo mikil. En svo býðum við þetta núna bara skýrslu umboðsmanns aðra þætti þessa mál sem lúta samskiptum við lögregluna og fleira og hvað kemur út úr henni eftir áramót. Já, mér finnst nú það sem skiptir máli að hafa í huga í þessu sem lærdóm af þessu máli ég get tekið undir með þeim félögum mínum hér mikilvægi umboðsmanns Alþingis, mikilvægi þess að treysta stofnunum samfélagsins. Mér fannst mjög dapurlegt að sjá hversu mikið og oft var vegið að umboðsmanni meðan á rannsókninni stóð, hversu yfirvöldum sem stóð að rannsókninu voru gerðar upp annarlegar hvatir. Það var mjög sérkennilegt að lesa til dæmis Morgunblaðið á þessum tíma. Það er grundvallaratriði að bíða síðan þar að leiðandi hinnar endanlegu niðurstöðu umboðsmanns og læra af henni. Mér finnst líka skipta máli af því að hér er búið að nefna fjölmiðlana sem ég hrósa fyrir þeirra hlut. En það er líka vert að muna að þegar að þingmenn Samfylkingarinnar voru að spurjast fyrir þetta mál á Alþingi, Valgerður Bjarnadóttir og Mörður Árnason varaþingmaður, og þegar við vorum að setja fram athugasemdir, þá var því ekkert sérstaklega vel tekið. Það skiptir líka máli að Alþingi ræki eftirlitshlutverk sitt með framkvæmdarvaldinu og fái til þess frið og stuðning. Helgi? Já, það vilja nú allir sjálfsagt taka kreditið af því að hafa spurt Hönnu Birnu út í þetta á sínum tíma. Ég bara benda á það, aftur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Birgitta Jónsdóttir var þar á meðal sem Pírati og reynda fleiri og fleiri. En sko, mér langar svolítið að svara þessari spurningu, hvað á þjóðin að læra af þessu? Og það er bara ekkert góð leksía. Þjóðin á að læra að treysta minna, trúa síður. Og það er alveg skelfileg leksía. En það er eina leksían sem hægt er að draga af þessu máli. En er það ekki bara eðli lýðræðisins? Það er eðli lýðræðisins, jú, vissulega. En sko stjórnarmeirihlutin vill láta þetta snúast aðstofamanninn og lekann sjálfan. Vissulega er þetta upptök máls, eða þetta er uppruni málsins. En málið sjálft, lekamálið í heild sinni, varðar það hvernig ráðherrann brást við. Hvað gerist í kjölfærið. Byrjar á að gera lítið úr málinu. Og fólk fer að spyrja. Já, við erum ekki að spyrja þessu. Ég veit ekki neitt og þetta er ekki neitt og svo gerð einhver innri athugun sem reynist ekki neitt. Algjörlega búið að sýna fram á þetta, gat enga vegleiki úr innanríkisráðuneytinu, hlaut að vera einhver annar, búið að afsanna þetta, engin óeðlileg afskipti, alls ekki, bara eðlileg samskipti, búið að afsanna það. Það er einhvern veginn, þú veist, það er ekki ein mistök. Það er næstu ekkert sem er ekki mistök. Hefði hún Helgi verið maður að meiru ef hún hefði sagt af sér tímabundið allavega meðan þegar rannsókn málsins hófst á lögreglu? Já, hugsaðu þetta bara svona. Ef hún hefði gert það, væri hún þá kannski að koma aftur í ráðherrastól núna? Hún gæti verið, ef hún hefði gert allt rétt frá upphafi, þá gæti hún komið mjög vel út úr þessu. Vegna þess að ef hún hefði stigið til hliðar þegar lögreglurannsókn hófst, þá hefði það sama, gefum okkur það sama hefði gerst, þau hefðu fundið, þau hefðu rannsakað málið og komist að þessari niðurstöðu og svo framvegis. Þá stæði hún eftir sem ráðherrann sem steig til hliðar, leyfði öllu að gerast að eins bítir án okkur að sinna að skipta, þá fyrst hefði ráðuneytið trúðurleika undir hennar stjórn. Það hefði hún gríðarlegan trúðurleika. Þá væri þetta leksía það sem við gætum lært að við ættum að treysta ráðuneytunum. Sem niðurlegsjan hinn öfuga og sérstaklega vil ég taka undir þessar gagnrýni á umboðsmann. Það er sífellt búið að vera að tala um það að umboðsmaður sé á einhvern hátt að haga sér með einhverjum óeðlilegum hætti eða jafnvel á einhverjum pólitískum forsendum. Nú er, finnst mér, bara svolítið búið að vera að sýna fram á það að allt þetta tal er ótrúverulegt. Sigmundur Davíð, þetta sem þau hafa svo sem við á talum hérna með umboðsmanninn og eins í stað að Hönnu Birnu hefði verið önnur ef hún hefði sagt að sér upp á rannsóknar. Er það ekki svona þegar horftir í baksýnisspegilinn líka svolítið lærdómurinn af málinu? Menn er náttúrulega velt upp ýmsum hliðum á þessu málu og þetta er orðið mjög stórt mál í umræðinni. En það er töluvert öðruvísi oft að skoða mál í fortíðinni þegar hægt er að líta yfir allt sviðið heldur en að meta það jafnóðum. Og ég gef mér það nú, til dæmis að þessi samskipti ráðherrans við lögreglu og annað sem hefur verið gagnrýnt hefði aldrei verið þau sem þau voru ef að hún hefði séð hvernig allt myndi þróast. En hins vegar var þetta mjög óvenjulegt að lekamál skyldi verða að svona stóru lögreglumáli. Það er ekki óalgengt að það séu lekar þessum ráðuneytum eða stofnunum. Það er raunar bara mjög algengt á Íslandi og oft lekar mál sem að varða persónulega hagi fólks. Það hefur aldrei áður orðið að máli eins og þessu. Og þess vegna hefur ráðherrann væntanlega ekki séð það fyrir að hversu stórt málið yrði.
þess vegna hefur það komið inn á óvart. En hafa lekar ekki miklu oftar verið, Sigmundur, lekar miklu oftar eitthvað sem að varðar þjóðina og stefnumörkun og ákvarðanir sem verið að taka í stjórnarráðum og varðar pólitíkina. En ég minnist þess ekki að sé mjög algengt að leki upplýsingar úr ráðuneytum með minnskosti sem varðar persónur með nafni og kennitölu. Og ekki hvað síðasta kjörtímabili þar sem að menn voru með sérstakar lekamenn eins og komið hefur fram í samfélaginu. Mér finnst átta áskýring á þessu. Eru lekar úr stjórnsýslinu persónulega hagi fólks algengi? Ekki núna, nei, en það hefur oft verið það. Og hvað verið það? Þetta síðasta kjörtímabili, hvað gerðist á síðasta? Þetta var náttúrulega eins og allt slæmt sem og gerðist á síðasta kjörtímabili. Mér finnst þið vera að týna svolítið aðalatriðin hérna. Aftur, það er ekki lekinn sjálfur heldur hvernig ráðherrann brást við. Sjáum til, sko, nema hæstvirtur þáverandi innanríkisráðherra hafi hreinlega ekki lesið þessar fréttagreinar sem að urðu til, sérstaklega mbl.is. Ef maður ber saman það sem að kemur fram í dómum að sé raunverulegt innihald blaðsins óbreyttu aðtögu, ég undirstrika, óbreytt efni minnisblaðsins sem fór til hennar í tölvupósti klukkan 17:17, 19. nóvember 2013. Þetta er allt komið fram, hún fékk þetta í tölvupósti, báðir aðstofamenn fengu þetta í tölvupósti og það voru æðstu menn í ráðuneytinu sem bjugguðu til og dreifðu það út. Og hún vissi ekki af þessu, þrátt fyrir að næstu því nákvæmlega sama blað hafi verið í mjög ítarlegri grein í mbl.is daginn eftir. Hvað er hugsanlega trúverðugt við? Bara fyrir geði, mér finnst það ekkert vera aukaatriði í málinu að lágu persónulegar upplýsingar aðila úr stjórnkerfinu. Það er ekki aukaatriði, en það er ótrúlega þess að stjórnkerfi njóti trausts á Íslandi. Nú skulum við aðeins sammála þetta og þetta hlýtur að meðal annars að kenna okkur það að það þurfi að gera hverju þær ráðstafanir sem að hægt er að grípa til þess að fyrirbyggja þetta. 5 sekúndur ekki meira. Það eru 2 mál í gangi hér. Það er lekamálið sem búið að leiða til lykta með ákveðnum hætti og annað mál sem lýtur að misbeitingu á opinberu valdi sem á eftir að leiða til lykta. Umboðsmaður á eftir að skila sínu áliti og svo er það síga á seinni hlutann hjá okkur og við ætlum að gera örstutt hlé og fá síðan hljómsveitina Valdimar til að létta eins lundina áður en við förum í síðasta fjórðunginn á þessari kryddsíld. Starfsfólk Ísal í Straumsvík óskar landsmönnum gleðilegra jóla og gæfu á komandi. Komið sæl aftur. Já, það fer að síga á seinni hlutann hjá okkur en hringborðið hefur nú samt ekki alveg sagt sitt síðasta orð. Fyrst yfir í aðra sálma. Hér er hljómsveitin Valdimar og býður upp í ryðgaðan dans. Það tók til að dansa og svo tók til að stansa okkar ryðgaða dans.
tekur við virðist endalaus bið. En nú kveð ég þig, líklega þá í síðasta sinn. En ég þarf kannski að líta í minn eigin barm og sjá að ég ekki alltaf með opinn faðm. Því það var tvo til að dansa og svo tvo til að stansa okkar ryðgaða dans. Því það var tvo til að dansa og svo tvo til að stansa okkar ryðgaða dans. Já, komið sæl aftur. Þakkum Valdimar fyrir þetta gullfallega lag. Kryddsíld 2014 er nú farin að síga á allra síðasta hlutan. En einmitt svona fallegt lag minnir okkur á að lífið er ekki bara pólitík, þó að hún sé vissulega stærsti hluti kannski af ykkar lífi sem hér situr með okkur. Lífið er líka tónlist, bókmenntir, listir og dans og margt fleira. Og fjölskyldur, við eigum öll fjölskyldur, Sigmundur Davíð. Þú áttu auðvitað þína fjölskyldu og við erum með myndir úr fjölskyldulífinu sem við fengum hjá konuðinni. Hvað eru við að sjá hér? Nú kemur mynd af þér í þessari dásamlega fallegri treyju. Hvað er forsætisráðherrann eiginlega að gera þarna? Þarna fór ég á íshokkíleik, fylgjast með íslenska landsliðinu, stelpunum. Já. En ég hef reynslu... Greinilega stoltur af þeim. Já, mjög. Og þetta er mjög skemmtilegur leikur. Það er ótrúlega góðar. Og ég hef smá reynslu af þessu að vera stuðningsmaður íshokkíliða. Nú, tókst það skipt fram. Liðið hefur aldrei tapað þegar ég hef... Nei, þannig að þú ert reyna að mæta þetta ekki í treyjufæði. En við erum með aðra myndið það ekki. Og hérna ertu ekki á íshokkíleik, heldur ertu hvar eiginlega? Heldur ekki með fjölskyldinu, sýnist mér. Eða hvað? Já, það er svona annars konar fjölskylda. Þetta eru forsætisráðherrar Norðurlanda sem voru hérna í heimsókn. Þetta er norræna fjölskyldan? Já, Dimmuborgum. Já. Mjög skemmtilegt að taka á móti þeim þar og þau eins og flestir erlendir gestir voru mjög uppveðruð yfir íslenskri náttúru og þykir gaman að koma hingað. Við erum með þeim í Mývatnssveitinni. Heldur við séum með eina mynd til. Gerum við ekki eina? Nei, við erum ekki með aðra mynd til. Bjarni. Það var það Bjarni. Þú sendir okkur, eða aðstofakona þín, sendir okkur nokkra myndir, meðal annars... Vonandi ekki eitthvað sem hún tók. Nei, og ekki pínlegt. Þetta er Bári og hvað ertu eiginlega? Þetta var Hesteyri. Hesteyri, já. Já, ég fór í göngu Hornstrandir. Já, þetta er svona sköngustafur. Þetta er læknishúsið Hesteyri. Já. Með dóttur minni og eiginkonu þarna. Já. Við erum að gera okkur væntanlega klári í göngu dagsins. Aha. Það var frábær upplifun. Vorum þarna í húsinu í nokkra nætur og gengum yfir í Aðalvíkina og sigldum líka dálítið. Og svo ertu líka bakaramestari. Já. Fréttum það. Fáum kannski myndina. Þetta er glæsileg kaka. Já, þetta var tilraun mín við að skreita svona köku. Þóra bakaði kökuna en ég skreita hana. Já, þetta skreitti ég. Þetta er Sigmundur bara hissa, gerðir þú þetta? Já. Ég gerði þetta allt fríhendis. Það er ótrúlega mikið. Já, þetta er svona 30 ára afmæli dóttur minnar. Já, hérna hér. Og erum við ekki með eina í viðbót? Þetta var einn kvöldstund. Þetta sést nú ekki á myndinni, hvað er að gera? Hvað er í gangi? Allt sé ekki mynd sem ég hef tekið sjálfur á síman. Þarna erum við stödd í miðborg Mílanó, stjörnufólk á leiðinni að horfa á
Intermenn taka á móti Stjörnunni í Evrópukeppninni. Okkur sýndist standa silfurskeið þarna. Silfurskeiðin, já. Við getum kannski að dreifa silfurskeiðum þarna í... Já, það er kannski farið vel að við höfum selt nokkra silfurskeiðar, en silfurskeiðin er þessi sterki stuðningsmannaklúbbur Stjörnunnar. Já, þetta var einn af hápunktum íþróttasumarsins fyrir mig, en hápunkturinn var nú samt þegar Stjarnan fór í Hafnarfjörð og sótti Íslandsmeistaratitilinn. Og auðvitað, sem sagt, þegar stelpurnar unnu í Garðabænum, 2 toppar fyrir Stjörnuna í knattspyrnu í sumar. Helgi, þú átt, við fengum líka myndir úr þínu lífi. Og þetta með gay pride bindið, ertu að vísa einhverjum út sem ekki var fyrir réttindi samkynhneigðra? Mjög ákveðin á myndinni? Nei. Þetta er á leiðinni á gay pride, eða gleðigönguna, eins og við frekar kalla hana. Og mér er ekki mjög vænt þessa göngu, sko. Vegna þess að, sko, þetta er ganga sem Þú veist að ég stofnaði hana? Já, stofnaði hana? Já. Ok. Ég fyrsti framkvæmdastjóri hinsegin dag og stofnaði hinsegin dag. Ekkert annað? Ekkert annað. Það er bara að teka ofan fyrir því. Ég tek ofan fyrir því. Nei, mér finnst þetta svo falleg ganga, vegna þess að hún byrjar sem svona, hvað maður segja, svona confrontation við samfélagið, bara við erum eins og við erum og þetta er á þeim tíma þar sem homm er ennþá sko uppnefni og hefur neikvæða merkingu og núna er þetta orðið eitthvað svona heildar samfélagslega fögnuður yfir því að við ætlum bara í þessu samfélagi að leyfa öllum að vera. En svona aðra mynd úr þínu lífi. Það eru fleiri. Þarna er einhver að lesa í lófaðinu, hvað fann hann? Þetta er Sigurður Hólm Gunnarsson og þarna er hann að lesa úr lófa mér, framtíðin mína. Meikar rosa mikið sens á þessum tíma. Sem var hvað? Eftir þriðja björnflokksins eða? Já, svona allavega 2. Og það var auðvitað tóm þvæla, sko, en eins og ég segi, á þessum tíma þá var þetta mjög einlægt og áhrifamikið hjá honum, sko, eins og það vill nú vera þegar kemur að þessu. Já, ég veit. Þá komið að Katrínu. Við fengum líka myndir úr þinni fjölskyldu og þarna ertu með strákunum þínum. Já, þetta eru 2 yngri. Þarna erum við á leiðinni út í Flati í versta veðri sem gerði þær í sumar. Og þú ert í kápu formannsins, rauðri kápu. Rauðri kápu eins og ávallt, sko. Eins og ávallt. En það slæðist nú ýmsir aðri litir þarna með. Já, strákunni í blárri, heldur að vera kannski sjálfstæðismaður? Ég vinn að því að þetta endast vel, skilur við. En fleira gerðist? Það gerðist fleira. Já, við erum með... Já, svo eru elsti og yngsti þarna með mér í metróinu í Berlín. Þar sem við eyddum nokkrum dögum með vinum okkar í þeirri frábæru borg í sumar. Framtíðarsamgöngumáti Íslendinga, kannski? Ég er mjög mikill aðdáðandi almenningssamgangna og þær eru þetta alveg frábærar í Berlínaborg. Og skemmtileg borg. Full af ungu fólki sem er að búa til... Mikil menningaborg. Já, sem er líka bara að skapa sín eigin tækifæri. Og það er það sem maður finnur í þessari borg. Fleiri myndir frá Katrínu. Nú erum við fleiri. Nú, já, þessi. Ef að veitir þetta sér, þetta er eitthvað, hvaða hárgreiðsla er þetta eiginlega? Þetta er, þú veist, svona er ég í þingflokksherbergi. Já, þarna satt ég bara og við vorum undirbúið sameiginlega tillögur stjórnarandstöðunnar. Og ertu þá bara að hlusta á útvarp? Þú ert með headphone? Ertu ekki að hlusta á þingflokki? Nei, ég er að hlusta á eitthvað töff, skilur við. Ég er eitthvað útvarp, ég er að hlusta á eitthvað almennilega tónlist. Og svo var því mjög tekin þessi mynd af mér. Og ég fekk áskorun að skella inn á Facebook sem ég gerði. Fáir statusar fengi ég jafnmörg like. Hvað segir það? Hvað segir það? Guðmundur Steingrímsson. Við fáum mynd af honum hérna upp á skjáin. Þarna ertu með konubortum eða ekki? Jú, við fórum í pílagrímsferð í Legoland og ferðumst aðeins Jótland og ótrúleg fjölskylduparadís. Skemmtigarðar hérna og safarigarðar á hverju strái og ég fór í ófáa rússíbana. Já, sko þið? Já, ég vissi ekki þetta til en þetta er bara glettilega gaman. Og þú gerir fleira? Já. Þú gerir fleira? Huggulegt þetta hárnett á því. Já. Það hefur ekki þurft að nota það kannski á skeggið líka? Já, spurning. Þetta var náttúrulega kosningabarátt á árinu, sveitstjórnarkosningar og Björt Framtíð var mjög ánægð með okkar gengið þeim kosningum, sveitarstjórnum. Þarna erum við semst að veiða atkvæði. Og ég vil meina að kosningabarátt á Íslandi, hún hefst ekki fyrir maður hefur sett hárnett á hausinn og farið og skoðað sjávarútvegsverðmið. Farið í frystihús. Og þannig erum við ótt að propni semst á Vestfjörðum. Skil. Heyrðu, Árni Páll. Við heldum ekki fleiri frá Guðmundi. Nei, það er ekki fleiri frá Guðmundi, það er Árni Páll. Þarna ertu með hestum en á ný, eins og í fyrra, en það vantar skeggið. Já, enda ekki kvikmyndaleikur eða þessi myndatökin? Nei, við Sigrún fórum í haust í riðum inn Kolbeinsdal sem minnir hann heiti
og þaðan í sem sagt Laufskálarétt á réttadeginum mikla og snjóaði nóttina áður, þannig að þetta er svona mjög vetrarlegt sko. Þetta er sem sagt bara í lok september og vinur okkar í Skagafirði settu undir okkur hross, þannig að maður gat riðið í réttina sem er svona dálítið stemning yfir því. Og þetta er alveg ótrúlega uppákoma og gríðarlegu fjöldi hrossa og mikill fjöldi fólks náttúrulega sem að kemur og fylgist með. Já, en frá hestum til barna í þínu lífi og hestum í börn. Við fáum næstu mynd. Þú ert allar þessi börn með það. Já, ég er svo heppinn að þessi litli bættist við á árinu og heitir Freyr Tumi og hinn heitir Birkir, sá eldri. Og þetta eru afastrákarnir mínir. Og mér fannst þessi skemmtilega mynd að tekin í jólabóðum daginn og mér fannst ágætt að láta hana fylgja með. Mamma sagði þegar hún sá hana, hvernig annars skotar hann þetta með á hausnum? En það er eins og drengurinn sem er að leika að láta flugvél yfir hausnum. Ég hef vissulega viljað ræða við ykkur mörg önnur alvarleg mál sem bara upp á árinu en tímanum og bara flogið frá okkur og meðan við bara svona kveðum ykkur þá kannski rennum myndum hans Halldórs Baldurssonar yfir, svona sýnir ykkur í hinu spaugilega ljósi á árinu. Halldór er einstakur í að ná momentum í íslenskum stjórnmálum, þannig að við þökkum ykkur nú bara fyrir komuna. Forsætisráðherra, við erum alltaf að vona og þú stefnir að því að næsta ára þá verður þú komin klukkan 2. Þú verður að ræða við Ríkisútvarpið. En þetta er náttúrulega orðin hefð. Þið talar svo mikið Ríkisútvarpið. Þið hljóta að geta sett ykkur á þumalskrúfu, þið eru nú margar á Ríkisútvarpinu, bætt einnig við það að þú verður komin í klukkan 2. Það er náttúrulega bara orðin hefð. Já, það eru margar hefðirnar í lífinu en hérna sjáum við þessar skemmtilegu myndir. Þetta er þú með ekki með Óskarinn, þetta er með Steingríminn. Já, þetta er beautiful. Fékk Steingríminn. Og hérna, það eru fleiri spaugilega myndir sem Halldór auðvitað teiknaði okkur á árinu eins og Fréttablaðið birtir á hverju ári. Við þakkum ykkur innilega fyrir komuna. Takk hérlega fyrir komuna og við segjum bara skál og gleðilegt ár. Gott kvöld í kvöld og fjölskyldunni. Takk fyrir komuna. Skál. Já, þetta var Kryddsíld ársins 2014. Kominn tími til að kveðja, enda styttist í endan á gamla árinu. Við hér á Fréttastofu Stöðvar 2 þökkum gestum okkar komuna og ykkur öllum góða samfylgd á árinu. Óskum ykkur farsaldar á nýju ári. Verðið sæl, heyrumst og sjáumst heil. Komdu með mér í gamlárspartí, gamlárspartí, gamlárspartí og fögnum nýja árinu með stæl. Komdu með mér í gamlárspartí, 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 já komdu með og ekkert væl. Freyði vín og fagrar meyjar, flenni hýrir sænskir peyjar.